Góða kvöldið og velkomin í ljóslegara deildina. Fjórða umferðin lýkur í kvöld og er eitthvað búið að breytast, Jón? Nei, ekki þannig, það breytt leikur til eða frá, það er ekki mikið. Það er ekki mikið. Við erum að spila CS2 í kvöld eins og við spilum á þriðjudaginn og það verður líf og fjör. Ó, Við já. erum að spila MR15 Mhm. ennþá, við ætlum að halda því formati hérna út eins og er búið að útskýra fyrir ykkur áhorfendum á þriðjudaginn þegar leikurinn kom í fyrstu útsendingu. En við erum með 3 frábæra leiki fyrir ykkur í kvöld. Sleggjuleikir, gjörsamlega í gegn. Já, ég er nefnilega dálítið spenntur fyrir þeim. Það er FH Dusty, það er Ármann IA. Býtu nú við. Nei. Það er Þór FH. Það er Þór FH til að byrja með. Það er Þóra FH. Ég er spenntur fyrir honum. Já. Þórsarar náttúrulega áttu þrusu góðan leik Ó, já. á móti Atlantiki í seinustu umferð í Overpass. Alveg gjörsamlega, eins og þið bílakallunir segja, spóluðuð yfir þá. Það er óhætt að segja það. Það er óhætt að segja. Gjörsamlega óhætt að segja það. Saga Ármann og það er annar leikur sem ég er svona pingu spenntur fyrir. Já. Ármann byrjar að sína líf, Ofvirkur byrjar að spila sínu besta Já. og svona aukaleikarnir í kringum hann byrjar að spila betur og Algjörlega. það má nefna sjálfsögðu Gutti kominn svona sterkari inn eftir bara hörmulegan fyrsta leik, það er alltaf góð að segja það. Já, hörmuleg byrjun á fyrsta leik. Koma aðeins. Já, það er rétt sér reyndar. Og hinn eru aukaleikarnir, svona second stjarnan í Kraken og já. Pólis Wonder og hvernig allra besti. Já, þeir eru að taka, Hundsi að sjálfsögðu, að taka svona dálítið sidestep. Það verður skemmtilegt hvernig Saga ná að díla við þá og síðan lokum við kvöldinu, fjórða umferð klárast á Tension IBF. IBF ennþá stígalausir, því miður. En þeir eru að færast nær og nær marklínuna allavega, það er jákvætt. Það er virkilega jákvætt. Þeir sýndu við mikinn dugnað, skulum við orða, á móti Ármanni. Voru næstu í konu tilbaka. Þrautseigju. Þrautu, Já. vissulega. Ég er ekki orðið nægilega gamall til að kunna þessi orða, sko. Þeir voru langt undir á Já. móti Ármanni í svona arguably besta mappinu þeirra. Já, gott eða verið ekki. Ég voru undir 15-7 og komið tilbaka í 16-12. Nákvæmlega. Já. Og Tension, þeir eru að koma náttúrulega sjálfsögðu af tapi á móti Breiðablik í Ancient. Já. En þetta eru fyrstu leikir þessara liða í deildinni í CS2 að sjálfsögðu hafa öll liðin spilað leikinn alveg í gríð og erg, býst ég allavega sterklega við. Já, það er ekki við öðru að búast allavega. Nýr leikur og verður bara að spila og verður að spila helling. Já, ég meina, honum var lönsað á miðvikudaginn seinustu viku og Og þá fengum við kvíðakast. Já, við? Nei. Já, allavega hann Jojo og Co. Jojo og Co, mótastjórnin og að sjálfsögðu útsendingastjórnin náttúrulega fengu kvíðakasta að reyna að náttúrulega allt setupið okkar bara settu fyrir CS. Já, það er svolítið. En þeir brugðust náttúrulega bara frábælega við og þetta er að alltaf ganga í rauninni óskum framar. Þetta gengur rosa smurt allavega enn sem komið er. Já, en Jón, hvað er búið að breyta svona mikið við þennan leik á móti, CSGO? Sko, það er bæði, þá er meira run and gun, Já. advantage, peakers advantage, svo kallað, þar sem að þú ert að kíkja fyrir horn og þú hefur bara, hvað ég að segja? Þú hefur alveg einhverja millisekundur á undan sem klálega skipta máli. Já, og leikmaðurinn sem að þú ert að kíkja í, hann sér þig ekki fyrir en kannski 3 millisekundum eftir á að kíkja fyrir hornið. Smókar eru búin að breytast, flöss eru búin að breytast, allt útlit er búin að breytast, sem er virkilega gott. Og ég hugsa að þegar við förum í MR12, sem að verður sér næsta breyting eftir að öll liðinu eru búin að spila móti hverju öðru, að þá sjáum við alvöru metabreytingar. Já. Því að
þá getur vel verið að þú getur eitt verið að forsa í öðru rándi og Bergur Tætt sem var með mér hérna síðast, hann kom inn á að planti sem Terry í fyrsta rándi gríðarlega mikilvægt og því að þá getur keft Galil og Armor. Galil virkilega mikið betri í síðast tveimur. Famas. Já, hann er samt orðinn betri. Hann er samt orðinn betri en ekki með því hvernig hún var buffið. En ég ætla að setja þig on the spot hérna, áður en við kíkjum á Þór og FH. Ef þú ættir að nefna 2 hluti sem eru bestir við þennan nýja leik, hvað myndir þú velja? Ég er strax kom með einn. Já, sko, engir one-way-smókar. Besta breytingin, by far. Og ég hugsa að segja metabreytingin með MR12. Já. Ég virkilega spenntið verið að sjá það. Þú neldir þarna 2 hluti. Það er einn hlutur, náttúrulega ég fíla smókinu svo mikið út af því að þú getur ekki fengið þessa vonvega sem ég bara einfallega fílaði ekki. Já. Og líka það er hægt að gera gat í smókana og það er hægt að treysa eins betur hvað átt að plaffa í gegnum móti og svo framvegis. Og þú getur actually spottað svona hans í gegnum hann. Og ef til dæmis ef það er óvinnur að diffjúsa bombuna, segjum þessu svo, og þú þarfst að skjóta í genið smók, þegar þú skýtur nálægtunum, þá sérðu hann í genið smókin. Einmitt. Það er stór breyting og góð breyting. Já, og síðan náttúrulega þessa breytinga með að byssurnar sjálfa skipta líka máli. Með autosjökun til dæmis, það sem úr með bara högl sem fari í smókin, það myndar bara risagat. Risagat. Sem er ákveðið antistratt á býstaðana við þessi að fara kannski til dæmis taka smókvegg út úr gulósunni núk og ná plantinu með autosökunina til að neyta. Algjörlega. En já, ég er 100% sammálaði líka. Rosa mikil breyting, sko. Rosalega mikil. MR12 stytti leikina, meira intense, ábyggilega minna Forspice. Já, öll ránd skipta mikið meira máli. Nákvæmlega. En þá er CS2 umræðinu algjörlega lokið, en við ætlum að kíkja á fyrsta leik kvöldsins og við ætlum að byrja á Þór. Þór hafa náttúrulega verið með, svona upp og niður. Þeir eru konum með 2 wins, 1 loss og töpuð á móti Tension í Anubis. Hafa verið Anubis og Overpass. Það er raun ekkert búið að breytast við þetta line-up. Nei, ekki þannig. Já. Jú, Detonator kemur inn fyrir alla. Já, sem er búin að vera stór partur af velgengninni. Rín, pabbi Rín. Big Daddy Rín. Veistu, þetta er bara Herra Þór. Ég hef haldið fram allan tíman, þetta er Herra Þór. Þetta er maðurinn sem að, sko, þetta er svo mikið figurehead í liðinu. Mér finnst það nauðsynlegu fyrir þetta Þórslið. Já, það var líka bara himinn og haf að horfa á Þór spila með Rín, spila ekki með Rín. Já. Þótt að þeir hafi mist út Detonator fyrir Rín. Breytti engum máli. En þú veist, já, Herra Þór, við erum með Dabba, við erum með Detonator, við erum með Tony og við erum með Peter. Þetta eru sleggjur í hverju einasta hlutverki. Alli fór út núna og átti náttúrulega frábæran overpassleik. Hvernig mun þetta hafa áhrif? Þegar þeir voru með þetta line-up, þá vantaði örlítið upp á, sérstaklega í Vappa-departmentinu. Já. Nefnilega, og það er spurning hver ætliði það af þessum 5? Það var Peter senast, ég var bara ekki hrifin. Það er enginn af það sem er svona, þetta er Vappið þeirra. Nei. Enginn sem þú sér svona, já, hann sekundur í Vappa alveg eitthvað. Já, svo síðasti maður sem ég vil sjá Vappa í þessu liði er Peter. Ég vil bara hafa hann á riffil. Já, saman því. Ég myndi örgulega henda bara... Dabba. Já, Dabba. Þú veist, hann er með flott first bullet accuracy, gott, crosser placement, þetta er bara eitthvað sem að Vappi getur alltaf gerði, já, hann getur alveg tekið línu Vappa, eða ekki? Jú, þetta er auðvelt, sko. Það er autoshotgun lengst til vinstri, Vappi, AK. Já, bara fullkomið. Hver er topp Peter maður Tomma? Fari ekki að klára, Peter. Nei. Nei. Það er Turret Tony. Það er Turret Tony? Já, hann impressaði mig rosalega mikið í sérstaklega overpass. Já. Hann var að taka þessi stóru kill sem skiptu máli, sérstaklega í rotatinu upp af B-sætinu og var einfallega að gera frábæra hluti. Þetta er ekki Tony. Já, nei. Þetta er Tony. Þetta er Tony á skjánum hérna. Já, þetta er Tony. 17 í engun, 80 ATR. Þetta eru góðir startar til að hafa. Já, algjörlega. Og sérstaklega fyrir hans ról. Þetta er svona, þú veist, hann er að spila sætin lengi. Hann er ekki mikið í þessum entry hlutverkum finnst mér svona supportspilari og hann er bara að afgreiða það frábælega. Býtu, var það ekki, það var Dói, Critical, hann var að minnast á einhvern stats á einhvern Þór-leikmanni. Var það ekki á Peter? Hann var með einhverja
absúrt 105 ADR. Já, bara yfir alla leikina hingað til. Já, og Sem er þeir galið. eru með 1 tapleik, 16-7. Já. Næsti maður með 94. Það er galið. Er ég að fá náttúrulega í eirað frá Critical sem náttúrulega statsmaestro Já. bara fullt af öðrum hlutum. En við ætlum að kíkja rakleiðis á lið FH. Þetta er spennandi lið. Virkilega spennandi lið. Það er nefnilega spennandi leikminn í hverju einustu hlutverki út af því að við sjáum hérna Viktor, Vissart, Blaster, Mozart og Papo. Viktor og Papo tiltölulega nýir koma þarna inn ferskir. Já, algjörlega. Papo, við sáum hann aðeins á síðast tímabili, örlítið. Já. En ég sagði það í síðustu útsendingu að mér finnst Papo vera mest svona spennandi upcoming spilarinn hérna heima, náttúrulega fyrir utan strákana í Tension. Þá eru Papo, hann er bara, það er eitthvað við að horfa á hann. Gjörsamlega glæsilegt að horfa á hann. Hvernig finnst þið samt sko eins og við sáum í IA-leiknum í Vertigo? Já. Þetta virkaði fyrir Papo á ákveðnu tímabili þegar þeir voru til dæmis að spila á móti Atlantic og Sögu. Já. Þetta viðstöðuleysi að fara einn og ná í fröggin. Virkaði ekki á móti IA. Nei, þeir mistu leikinn bara einfallega í spól og bara hentu leiknum frá sér. Bara á einhverjum svona þvælupússum. Þeir föttuðu það nógu snemma til að breyta í, en það var samt of seint og þeir voru búin að missa það mikið að rándi frá sér að það bara, IA bara valtaði á það. Já, sjálfstraustið komið í IA og svo framvegis. En er ekki þá bara maðurinn sem þarf að stíga upp í þessu hlutverki? Ég meina það er bara Big Papa Blaster. Já. Hann er reynslumesti leikmann, langreynslumesti í þessu liði. Algjörlega. Og ég held að hann hafi akkurat kollað breytinguna og að, hei, hætti þessum pússum, þeir eru bara að deyja við þetta. Það gerðist í 5 rándi röð held ég. Ekki hengja mig á því samt. En þeir töpuðu endalaust á rándum á þessu. Og ég er nokkuð sem að Blaster hafi bara, hei, stráðar, slæki á, spilum þetta rólega, það er að fara að vinna leikinn fyrir okkur. Annar leikmaður sem við getum minnst á, Mozart, hann er að byrja tímabilið af miklum krafti. Já, misti dampinn þetta í síðasta leik, en mér fannst það vera svona, það er ekki það sem maður á við að búast frá Mozart. Þetta er gaurinn sem hann er með vappa og hann hittir 95% skota sem hann tegur. Sem bara frábært hlutverk. Já, og ég væri til að hitta 95% skota sem ég teg, sko. Já, bara er hann alltaf riffill og allt það. Já. En glæsilegu vappi og fungera vel með þessu line-upi. Virkilega vel. Já. Hver er toppmaðurinn minn? Erfiður, Viktor. Nei, það er enda Papo. Ég er að bakka upp ungu kynslóðina. Já. Kannski ekki Tony unga kynslóðin, en Papo klálega partur af ungu kynslóðinu og svona gaman að fylgjast með honum koma inn í leikinn. Hann er byrjar að fá meira sjálfstraust og svo framvegis. Algjörlega. Kannski of mikið sjálfstraust. Já, mögulega. En ef þessi gaur notaður rétt, þá held ég að þetta sé star player í liðinu. 100%. Einu sem vantar upp á, strákar, ég er að pússa rampin. Getur ykkur komið með? Já, getur ykkur flossa fyrir? Já, flassa fyrir mig, gerir þetta auðveldara og þá held ég að þessi strákur eftir að skína og ég held að FH geta klárlega byggt örlítið í kringum hann sem svona leita fröggum gaur og þeir geta náð frábæru árangri. Já, en það er líka mótsurinn, það er virkilega erfitt að velja mann út frá line-upinu sem þeir hafa. Viktor, Mozart, Vissart, gleymum honum alls ekki, og Papo, og Blaster. Þetta er allt gauðra sem að geta bara tekið leikinn á herðanar og klára það sjálfur. Engin, og það er nefnilega einn af þessum, quote veikleikum í FH sem ég sé. Það er hver tekur drulluna. Já, vissulega. En ef þeir væru allir bara svona mellow, bara allir að hitta sína skotum, engin svona afburða bestur, þá er þetta solid lið. Já. En þetta er þannig lið að það verður alltaf einn sem er way up, langt yfir alla hina í skori. Já. Það er bara alltaf. Þú hefur þarna 5 gaura og allir að þeim geta karja leiki. Algjörlega. Hver ætlar að fylgja? Algjörlega. Hver ætlar að fylgja? Við eigum vítóið og við getum kannski kíkt á það. En við eigum líka stöðutöfluna ef við viljum kíkja á það einhverju tímabóti. Já, bara ég er til þegar þú ert til. Já. Við skulum kíkja á vídeóið og kíkja síðan á stöðutöfluna og sjá af hverju þessi leikir í kvöld skipta máli. Það er Vertigo og Overpass Ancient, þetta er allt ekki út, þetta er allt eftir bókinni í rauninni. Já,
Inferno tekið út, Nuke tekið út Er ég að fara að fá meira sleiki minn loksins? Nei, það held ég ekki. Ég held þetta er hann. En Blaster er að víta á núna. Hann veit hvað mér liggur í hjarta. Ég vil fá einn meira sleik og það ekki senni strax. Og Blaster ekki hlusta. Nei, það er eins og það er Anubis-deildin, gamla góða. Anubis-deildin, það er bara eins og það er. En það er allt í lagi. Við fílum þetta. Sjáum þetta stöðutöflun og skoðum af hverju þetta skiptir máli, Jón. Sjáum þetta toppnum, 32 rounds í plus er Dusty og þeir eru byrjar að sigla örlítið lengra og lengra. Ármann og Þór geta minka munin, FH líka og Tension líka. Já, og IA, það er allir. IA eru búin að spila. Fyrir ekki. IBF ennþá stigalausir á botninum, Atlantic, þeir eru konum með stig og blikar þarna örlítið fyrir ofan með 9 round í mínus meðan við Atlantic mínus 18. Þetta er, voru að bíða eftir CS2? Ég veit ekki hverju voru að bíða eftir en alveg sama hverju voru að bíða eftir, það er röng ákvörðun. Og það er virkilega erfitt að klóra sig tilbaka úr þessu ef það var að reyna að fæta Dusty eitthvað upp á sigur í þessari deild. Já, það er bara Atlantic verða bara að girða og vinna sína leiki mútið Dusty þá. Ef þeir ætla að klóra því að Dusty bara því miður líta ekki út fyrir að þeir sé að fara að misti það sig á móti öðru liði. Nei, ekki enn sem komið er. Alls ekki. Eftir að spila á móti Þór, eftir að spila í rauninni á móti þessum stóru liðum innan gæsalappa. Þannig er ennþá sjens og Dusty náttúrulega unnu 16-12 fyrir að byrja að sína einhver veikleikamerki en veikleikamerki. En þeir eru ennþá að slípa sig saman. Já. Þannig að við gefum alveg góðan sjens hana. Já, sem á öllum öðrum liðunum. Ég og Beggi töluðum það í síðustu útsendingu og þegar ég var með þér hérna líka síðast að þessi deild, hún hefur aldrei verið jafnari. Aldrei. Það er það sem er svo fallegt við Counter-Strike. En það er FH sem vinna hnífana, byrja CT-megin og nú hefjast leikar. Áhugavert að byrja CT-megin. Mér finnst eins og flestir velji að byrja termegin í Anubis. Djöfull er þetta flottu leikur. Já, Blaster með dual sinn í Ramax. Dabbe býður átækta fyrir þetta BLB ásamt Tony og Peter sínast mér, Rín bara afgreiði Blaster hérna og hérna æðaði. Í gegn. Koma hérna og sæti Rín og opnaði þetta á sætinu og dettur eitt með honum. Dósofnin Rín. Dóstök á þessum leik til að pussa sítspónið. Það er áhugavert Vizard, Feldur og Mozart og flawless round fyrir Þór. Jón, þetta er það sem að Þór gera svo ótrúlega vel. Þeir finna þetta entry og þeir svorma inn. Fyrir þá sem að spiluðu StarCraft, þeir eru dálítið eins og Sörglings. Já, er það Gulsa dæmið? Já, Gulsa dæmið. Já, ég þekki þetta ekki. Þeir bara finna smugu og íta sér í gegn. Já, bara klálega Þór þekktir fyrir svona pressu og leið þeir stíga á bensíkjuna og sleppa þær en ekkert. Það er bara nákvæmlega það. Erfitt að slökkva í Þórsmönnum. Diglu hins vegar. Er svoleiðis. Við höfum eftir að sjá miklu meira þessu Diglan nýtti beint í marki þessum leik. Já, og sérstaklega hundunum á öllum þessum leikmönnum. Það er alveg sama ákveðnum við horfum af þessu leikmönnum inn á server. Þeir geta allir verið með Diglu hundunum og verið stórhættulegir. Það er bara nákvæmlega þannig. Og það er Þór sem að ákveða að róa leika núna. Þeir eru búin að missa eina byssu hérna. Já, sáu það svo sem í síðasta leik FH að FH eru svolítið mistækir upp á að gefa frá sér killinn. Fóru ekki silent upp úr vatnu hana. Nei. Gætu að verið þetta Vizard að koma sér í betri stöðu. Blaster með honum hana. Ekkert rótið hins vegar komið frá hérna. Gott endri hérna hjá Rín. Nota þeir í sig endri hlutverk. Veistu, ég er bara hrifinn af þessu. Já, ég líka, algjörlega. Smókur og Molly í þristum. Það er verið að pressa á CT-spónið og Peter finnur lykt af blóði í vatninu. Manni undir komnirinn og sæt eru búin að taka 2 til sín Þórsmenn. Og þá er bara FH að kalla back sem að er bara sníðu ákvörðun. Þeir eru með grensu, þeir eru með smók, þeir eru með 3 diglur, full armor og 2. Þetta er bara allt mikill peningur að henda í 4v3 retake á aðsetru. Já, það geti verið virkilega dýrkeypt en að halda þessu byssum yfir í næsta ránd gæti breytt helling og þetta Mozart að finna einn hér en hann er feldur leið. Tony tekur hann niður. Viktor
hann vill ekki deyja, ég skil ekki alveg af hverju þið voru að taka þennan fight svona gríðarlega mikið Papo eini hann skynsami. Já, veistu, þú veist, þegar þeir líka bara vita 100% af þér hann Já. Þeir eru ekki frá að leyfa þér að sleppa. Nei, alls ekki og þú veist, það er allt í lagi fyrir þósmenn að missa allavega eina byssi í viðbót úr því sem komið var, þannig að Já, ég meina þeir eru að fara núna á móti 4 uspum, einhverjum grensum og einni diglu. Þetta er bara miklu betra heldur en mikið betra. En Grenustakkið er A-megin hjá FH. Spurning hvort að Papo reyna eitthvað ótrúlegt í miðunum í diglunni. Það er aldrei að vita. Tveir inn á A-sætinu og bíða eftir einhverju kontakti frá leikmennur sem að spila upp á syllunni. Beint í mark, 48 HP á Papo eftir þessa fallegu Grenu. Já, kjarnorkusprengja hana. Já, hann svona greip hana með nefinu. Greip hana með nefinu. Litli. Já. En Þórsmenn, þeir eru rólegir í þessu, það er ekkert að flýta sig neitt of. Vilja ekki henda byssum í einhverja þvælu. Þeir eru 4 A-megin Þórsmenn að fara að labba inn á A-ið og þar er Grenu-setup. Það gæti verið slæmt. Gæti verið virkilega slæmt því að leið á Mozart fellur þá koma Grenunar, eða kom ekki núna, virkilega góð Grena þarna og önnur. Og bomban liggur í valnum, þeir ná henni út. Vita af allavega 3 leikmönnum hana í A-sætinu. Rín er leikmæri sem þarf að halda þristinum hérna. Hann er eini leikmaður með 100 HP og ef hann fellur þá er þetta orðið virkilega erfitt ránd fyrir Þórsmenn. En það gerir það alls ekki. Rín, hann hefur lent í þessum aðstæðum margoft. Og bara komið niður, það er retake. Þeir eru konum einn AK og Vissart og hann væntanlega bara vill halda honum inn í næsta ránd. Rín kom með blaster. Og þá er Vissart vantilega ekki verið að reyna neitt núna, það er engin ástæða fyrir því. Nei, þú vilt halda þessum AK bara yfir næsta ránd og vera sáttur með það. Nákvæmlega þannig, en sjáðu grensuskaðan sem að koma þarna út frá setupinu hjá FH fyrirgeðu á A-sætinu. Já, virkilega skemmtilegt setup. Peter á 55, Dabbi á 14 og Dettinet á 32 og Tóni var drepinn með Grenu. Þessi eina svona 4. grensa sem hefði komið að þeim hefði gjörsamlega grandað þessu rándi. Algjörlega, vá, hvað Vissart var heppinn að lifa þetta af. En hann heldur AK yfir næsta ránd. Þórsmenn kom niður í 3-0. Spurning, það er enginn á vappanum Þórsmegin. En það er vappi FH-megin og þetta er það sem að FH geta nýtt sér inn í þennan leik. Þeir eru með hennar vappa og mjög kompetent vappa. Sérstaklega Núbis. Algjörlega Mozart stór hættulegur á prikinu. Hann fer í Ramax sínist mér með vappan. Mikið smókar út, svo sannarlega sér mannin hér hittir hann ekki. Stálheppinn þarna, Dabbi. Og Papo og Viktor fara út alveg finna 2 hvor en eru báðir feldir. Þetta hins vegar favoritar Terra fyrirgefðu. Heldur betur, núna geta þið teygt á vörninu og neitt annarkvort FH að spila einn á sæti, einn á miðju eða einfallega stakka sætið. Já, en þegar þú ert með vappa eins og Mozart þá skilur hann bara einn eftir B-megin og vonar að besta. Já, vonar að besta. Og hann getur heldur betur púslað einhverju saman hérna. Hann er í góðri stöðu í Apex en ákvörðin er komin. Þeir ætla að leggja leið sína að B-inu og það er upp í fanga Mozart. Algjörlega Mozart þarf að taka stóru sínum hér. Fær smókin út á CT, hann er alveg blokkaður út. Gætum þess að bara ná planti hérna. Og gott flass þarna! Og algjörlega tekur Mozart. Virkilega gott flass þarna fyrir Dettinet til að kíkja út Ramax. Algjörlega nauðsynlegt til að komast út með Ramax alveg óhulltur. Virkilega vel spilaði á Þórsmönnum. Skemmtilegt að sjá smókana í þessu mappi. Við sátt búin að finna einn Peter og Rín lifa hinum einu smókin. Vita báðum, einn ofan á tífundinu. Það getur verið gott en Rín nær blaster og þá er Vissart einn eftir. Nær Rín! Hann er bara að kampa á bombunni. Peter spilaði þetta frábærlega, situr bara ofan á bombu, rólegur. Komin hinum megin við núna og hann er með þetta ránd í hendi sér. Hann ætlaði að hnífa hann. Já, vinur. Það er alltaf líkur á því. Já, Vissart er bara að fara hann í burtu. Þetta getur verið dýrkeypt fyrir Peter, hann gæti mögulega dáið hana.
Bombradius orðin stærri. Nei, hann missir ekki nema 7 í líf. Það ekki neitt. Já, hann á Nike Free skónum. Hleypur með +3 í walking speed. Ó já. En 4-0 staðreind fyrir Þórsmenn og FH næstu því búin að klóra sig aftur inn í þetta ránd allavega. Já, þeir gerðu ágætt þarna að reyna að koma sér aftur inn í þetta en Mozart einfallega náðu ekki að gera neitt með þessum vappa. Hrifin að þessu pussi út aðeins samt að reyna að finna eitthvað en Algjörlega. Bara undirbúnir í nákvæmlega svona. Algjörlega, Þórsmenn náttúrulega búin að sjá nákvæmlega hvað FH gera í sínu kauprándum og oftar en ekki þá eru þeir að pússa með byssur. Og hér Þetta annað sem að hefur komið þessum leik er að grensa smókana og fjarlægja þá í örskamma stund. Þannig að gleymist algjörlega. Þú getur nýtt þetta nákvæmlega í eitthvað svona þar sem að, já, Þetta getur gert skemmtilega hluti í núkinu til dæmis, útismókar, ein grena vel tímasett, gæti sett hlutina algjörlega og skóraðin fyrir terrana. algjörlega smókurinn fyrir miðjuna og þeir ætla að ná einhverju að miðjunni. Já, Rín fyrir utan bílabíð, þeir eru 4-4, eru með byssur í höndunum. Viktor með M4 á side, Papo hins vegar bara með diglu. Molli á sillu, hreyfir ekki við neinum. En hér Dabbi að koma út, hann er felldur. Rín hins vegar finnur einn en Viktor fellir Rín einnig. Já, þetta býr til stórt gat þarna í miðjunni hins vegar og þeir geta nýtt sér það. Það er spurning hvort hann Viktor hafi hirtið með miðjunni. Þeir geta náð aðeinu algjörlega frítt. Vissart búin að taka bara að lobbyið. Algjörlega mig grunar hann hafi heyrt í þeim hlaupa og þegar Pítur kom hlaupandi að miðjunni og miðjan er ekkert langt frá B-sætinu. Getur vel hafa heyrt í honum, Vissart búin að koma sér vel fyrir inn í A-lobbyinu, fær allt. Bítu, Mozart, hann á flankirna. Mjög hvatt flank. Vissart finnur einn, Pítur núna 9 HP, bomba á leiðinni niður. Það er aldrei að lifa þetta af. FH. Það var með fyrsta rándi, Tómi. Já, fyrsta rándi komið og lifa allavega 2 sem er góða fréttir. Gætu verið betri fréttir ef þeir hefðu lifað 3. Ef var og hefði, peningurinn ekki í góðu málum FH megin, eiga hins vegar kaup. En ef þið skildu tapa þessu, Tómi, þá eru þeir í vesinni. Versta mögulega niðurstaðan þegar þú ert að, já, þú ert komin undir sem CT. Þú vinnur fyrsta rándið, tapar næsta. Já, það er mjög slæmt. Það engja sama rándin skiptir bara svo miklu máli. Algjörlega detonate mollaður út hann í stiganum. Ég tók eftir í að þeir voru aftur að reyna að greina smókin í miðju. Þórsmenn þar að segja. Já, vilja nýta sér þetta. Þetta geti orðið skemmtilegt meta. Rín með autosökunina. Hvar ætli hann ætla að nota hana? Ég hefði haldið hann bara í tengið. Sjá hvað hann getur fundið þar. Já, ég hefði haldið það líka. En það er detonate í Ramax. Það eru 3 menn á B-sætinu. Það er engin að valda í rauninni tengið. Nei, eru í svona aftarlegu hóldi. Mollin mjög góður á virkilega góðri tímasetningu. Já, mjög vel tímasettana en Tóni gefur honum séns að koma við hlið gamla liðsfélaga síns. Algjörlega eru núna 2 í bílabí, 2 inn í Ramax og þeir hljóta að fara að sprengja út bíð hér. Viktor spottar detonate en lítur læra haldi, held ég þessi rétt að segja. Eitthvað í þá áttina. Nógu fyrir CT, Papo, hvað er Rín að gera? Ekki að hitta einu einasta skoti en B-sætið er fallið, Tómi. Þetta lítur alls ekki vel út fyrir FH. Nei, Tómi er bara lág. Þú fundið hann frítt en ég bara einn molla í þessu retake. Þetta lítur mjög illa út. Já, þetta lítur alls ekki vel út og þetta Grensa! enn vetur út, enn verr út fyrir ekki þið. Ég er bara með hita hérna. Já, er verr og betra og allt það. Já, en versta mögulega niðurstaðan er orðin mjög líklega. Rín búinn að fella Mozart. Þetta er það sem Rín er að gera. Já, Rín loksins. Nei, Pítur, einhvern veginn var bara alveg undirbúinn undir nákvæmlega þetta. Ó, já. Og það er resetta peningin hjá FH. Fá 3 og 2 cirka fyrir þessar hetjutaðir. Nei, hvað var það? 2 og 9, 3? Já, 2 og 9 held ég. Gott ef ekki.
Gott ef ekki. En, Voru í full lossbúnus allavega. Tactical Já. timeout tekið FH. Hvað í ósköpunum eiga þær að gera núna? það er ekki mikið í boði, það er eiginlega bara, sko, þetta er eiginlega tvíkja sverð. Ef þeir kaupa hér, og þeir vita að peningurinn hjá Þórsmönnum eru lágur, gætu þeir reynt að klóra þetta bæka. Ákvörðun allavega hefur verið tekin af Þór. Þeir eru konum með dabba og dettinit á Mac 10 og þeir eru vantilega eiga að plæja einhvers þar í gegn. Æð, mjög líklegt. Virkilega líklegt með að við staðsendinguna á Dabba og Detonate. Já, tvö fremstu spóinir þannig séð sem að gátu keypt Mac 10 inn í næsta ránd en eins og við sjáum það er Pabo sem er full armor, restin er með engan eða bara hálfan armor, þannig að headshotið, þetta mun vera sárt. Já, virkilega sárt því að já, Makkan er one shot kill með headshot eða no armor. Já, allar að flossinu lópi, já það kemur hérna, Mollin fyrir Þristin mjög góður. Vissart eins og var á deglunni, búinn að finna einn, finnur hann annan, lítur ekki út fyrir það en gerir það hins vegar, finnur tvo. nær tveim og þetta er strax dýrst hérna, smóku fyrir Þristin og þeir þurfa að koma þessari bombu niður strax en Róbit er bara strax komið í gegn, þeir eru ekki að hitta skotunum! Og þetta er alltaf falla FH megin hér. Grípur degluna, þetta er bara vesen! Og hér Rínfeldur FH að stimpla sig inn með deglurandið. Vissar þarna númer 1 einfallega þurfa að hlaupa niður þarna en fær svo mikinn tíma til að athafna sig. Algjörlega, og þetta er akkurat það sem FH, þeir vildu þetta. Halda, hvað, 2 byssum? 3 byssum. 3 byssum fyrir ekki og peningurinn komin í gott stand. Geti keypt í næsta rándi ef svo skeið kynnaði tapið þessu rándi sem að geti heldur betur gerst út í að Þór, þeir eru á eldi. Nákvæmlega þannig, 2 komnir núna nálagt elektrik eða tengi eða hvað sem þetta á að kallast á í aðeins breytt default en Þór halda áfram að setja pressu á B-sætið, ekki gennum tengið að þessu sinni. Algjörlega. Fá rótiti núna yfir í gegnum Faró, yfir að B-sætinu, finna eitthvað. Þetta er svona eins og tilfinning. Já, algjörlega. Og það er virkilega vandræðalegt að halda B-inu í þessu mappi. Já. Það er mjög svo erfitt. Já. Helstu stöður geta verið mollaðar út eins og við sjáum hérna. Bakkubi líka, Vissart hins vegar nælir í opnun hérna á Tony. Og þetta gefur þeim góið Þórsmönnum drífið ykkur út því að rótiti fyrir að fara að koma. Rífbólkina 1 á autosjóðum fyrir 2, hvað gengur á? Mozart tekinn í gennum smókinn, það er hins vegar annar komir hann í gegn en Peter finnur hann og allt í einu þá er leikmæni sem opnaði rándið einn eftir í termittinu. Já, ekki óska staðan fyrir Vissart, hann er að klóra sér í hausnum núna hvað í anskotanum gerðist strákar. Bara ég var búinn að klíra A-lobbyið algjörlega, þeir eru 4 þarna en samt. Já, þetta er ekki óska stað og hér er hann spottaður, Detonate sér hann og Rín að sigla þessu rándi fyrir Þórsmenn. Já, þarna var autosjókkunni. Hoppa bara ekki smókana, sjá hvað þú færð. Ó já. Það er bara nákvæmlega þannig. En 6-2 enn og aftur FH resetaðir en eiga töluvert meiri pening núna á 3 leikmönnum sökuð þess að þeir fengu fríar byssur. Já, eiga kaup hér ekki gott en það dugar. Við getum lífað með því. Já. En sjáum hvað FH geta gert hér. Mozart með vappa í höndunum. Engin smókur, þeir búast ekki við þessu. Alls ekki. Mozart gæti opnað þetta ránd hér sem að gerir Tony Feldur. Eins ódýrt og það kemur. Bara einfallega eiga að reikna með því. Það eru 3 sem lifðu með okkar byssur í þessu aðteki. Já, algjörlega. FH, þeir eru búin að vera duglegir að finna opnarnir í rándum, Tómi, en hafa ekki náða að stringa saman rándunum. Eitt sem er skemmtilegt að vita CS2, Mollin sprettar meira. Þetta nýta sig það til að loka á ennþá fleiri engins. Já, og gerir það meira svona hann sprettar yfirleitt alltaf eins. Þetta reikna með honum. Vissart ætlar að pússa hérna Þristin og sjá hvað hann fær.
Papo finnur Peter. Alltaf falla FH en hér í rándunum sem að þeir átti ekki að ske. Það var alltaf bara Dabbi einn eftir á móti 4. Þetta er erfitt. Eiginlega ómögulegt og Papo finnur fraggið og það er orðið 6-3 enn og aftur. Þá eru rándin sem að eru miklu herfiðari fyrir FH að vinna. Þeir eru að taka þau en Þórsarar tiltölulega bitlausir. Já, í þessum rándum hafa litið út fyrir að vera frekar bitlausir en FH gera allt rétt í þessum rándum. Þessum pistol force rándum virðast vera auðvelt með það en hins vegar ekki í þessum rándum. Það finnur opnum að tekkurnar að syngja Tony með vappa á þessu sinni og það er Papo hinum með við smókin í far og hann ætlar að pússa. Og hann fyrir bakki á 3 en Dabbi nær að snúa sig við. Þetta hefði verið svo stórt play en þetta hefði getað bjarga rándunum fyrir FH en allt kom fyrir ekki. Papo feldur leið af Dabba. Blastir og Viktor núna 2 í þristunum. Þeir eru smókar að nút. Þeir geta aðeins bakkað og eiga allt til í heiminum, Tommy. Hann er smókur til að framlengja. Dabbi fyrir framan hann. Flassið kemur. Hann er bara að spreyja vegginn. Þú sjá hann ekki. Hvað gengur á, Viktor? Þeir eiga að vita hann sé einhvers staðar þarna niður kominn. Það veit engin neitt. Með línu, það er Tony á vappanum. Þá vitum við hver vappin er. Tony búinn að rífa í prikið. Áhugavert ránd þarna. Virkilega áhugavert að þetta skulle bara ganga upp hjá Þórsmönnum. Eins einfalt og það gerist er oft bara best. Já, það bara virkar. Já, einfalt gott, já. Akkur að flækja hlutina. Já, nákvæmlega. Það er mjög gott að vera einfaldur eins og ég. Ég mæli með því. Já, bara nákvæmlega hann. En 7-3 vissulega termap. Skulum ekki gleyma því. Dabbi kominn inn í alobíið. Búastir við kaupinu á FH. Það hlýtur að vera. Greinan heitir ekki neitt. En hér Dabbi að leita á væginu. Sér Vizard. Stór hættulegu fæti til að taka fyrir Þórsmann. Dabba. Vizard virkilega hættulegur leikmaður. Peter á vappanum. Blaster ætlar að reynda að cosplaya. Wow! Dabbi! Hvað er að gerast? 2 glæsileg entry hana hjá Dabba. Mjög svona einföld og þægileg kill fyrir hann. Já, þetta var Blaster ekki ennþá búinn að fá að brúka þessa autosökun. Nei, og bara lítið búinn að fá að brúka yfir höfuð í þessu leik. Situr á 2 killum sem er svona freka mikið úr karakter fyrir Blaster. Já, ekki búinn að fá að skína mikið þarna CT-megin allavega. Spurning hvort að hann hafi æft sér lítið upptekin í öðru. Það geti vel verið. Hér finnur hann Rín hins vegar. Rín feldur með sínu eigin bragði. Krókur gegn bragði, er það ekki eitthvað? Eitthvað er það áttina? Krókur gegn... Jú, ætli það ekki? Ég held það. Það held ég líka... Jón, þú verður að gefa mér svona orðabók eða svona máltækjabók í jólagjöf eða eitthvað. Krókur gegn bragði? Krókur gegn bragði. Það ekki? Hvað sagði ég? Það við danskóti. Það er bara nákvæmlega. 8-3 og meðan við ræðum málsætti. Já. Það var ekki fengið þennan í páska ekki? Nei, ekki heldur. Nei. Ég vil eitthvað fengið eitthvað sem að ég botna ekkert í og enginn sem að ég þekkir botnar neitt í. Já, þú náttúrulega gáða að vinni. Nei, það er óhætt að segja að þeir séu ekki skörpustu hnífa niður skúfunni. Það eru skeiðar. Já. Og ég... Skeiðir allavega. Og... Dabbi kemur bara askvað inn í rafmagn. Svona með alveg sama, hvað er að gerast? 3. endrið, 4. endrið komið núna í 2 rándum. Finnum við meira hér, Dabbi, nei. Viktor búinn að finna 2 uspu, það er áhugavert. Rín komið Papo þá Blaster með M4. 1 eftir Molly í Faro og þannig er örugt plant. Það er langt í Blaster og Tony. Þannig afgreiðir hann. Einfallega bara betur á móti Blaster. Þetta er svona úr karakter fyrir Blaster finnst mér. Mér finnst þetta ekki vera Blasterinn sem við höfum verið að sjá hérna upp á síðkastið. Nei,
Blaster eins og hann ætlar að fara í vappan. Nei, hann droppaði vappanum á Mozart. Já. Ekki. Mozart staði. Ég þurfi ekki að koma Blasterinn í leikin hérna. Það Eitthvað þarf að gera því að ef að Blaster ekki hitt skotunum, það var ekki bjart yfir. eins og vorum að segja ákveðið figurehead í liði FH, reynslumestli leikmaðurinn og hefur náttúrulega áorkað ýmsu í gegnum tíðina og einhvern veginn þarf hann að gera sig stóran eins og leik. Og þetta getur verið playið, en þeir sjá hann í deathkamerun. Hlýtur að vera að Tony sér Blaster hér, tekur á fætinn, Tony, það gerir hann en hefur ekki betur. Peter kemur í bakmiðju með P250, áhugavert. Með vappa í höndunum, rífur samt í P250. Efast að Dettinit hafi heyrt í þessum hoppum, hann byrjar að klíra bara út allt. Þeir þurfa að finna Blaster. Já, Blaster geti gert það ránd virkilega erfitt. Finnir hann Peter hér, það gerir hann ekki. Hérna kemur Rín. Hann gerir sér stóran að ná nær einu með sér. Hins vegar, þá Mozart komin í rótetið. Og nær þarna einum skilur Peter einan eftir á 19 HP en sjáðu hinum einn. Það ein kúla. Pappo sem finnur frakkið sem kemur í bak. Þetta var helvítið tæft. Já, heldur betur. Þarna gerir Blaster sér stóran. Loksins að spila sig aðeins inn í leikinn. Situr á 5 killum núna sem ekki svo sem æskilegt en betra en 3. Já, ég meina hann nær 2 og gerir þetta ránd geralegt. Arguably nær að lifa þarna í nógu langa tíma þannig að vini sinni ná að koma í backupið. Frábært play þarna frá Blaster. Algjörlega og það er bara beint aftur í default hjá Þórsmönnum. Sýnist mér Dabbi líklegast. Nei, Dettinit fremstur finnur 2. Dettinit stór þarna nær endrinum. Smókunni kemur þarna niður Rín hinum með við hann. Rín að leika sér þarna. Heyrði honum. Hann heyrði í þessu steppi, hann að koma í bakið á Blaster. Algjörlega. Ég finnst að Blaster sé bara ekkert að vera að chilla í miðjunni. Nei, hann er að gera sér líklega en ég að múa Peter núna að ofhugsa hlutina fyrir hann aftur í genið smóki. Nei, hann er að fara bak BL og bík og þarna Vizard feldur. Veit hins vegar, veit hann að Blaster hlýtur að vera. Hann er búinn að pússa. Og hér Rín falla. Grunar ekki Gwent. Og núna er að Peter var í miðunni og Blaster. Hann er út allt, Tommy. Pússaði miðuna bak BL og bík, fyrir núna bak A. Finnur leikmann hér. Og svarið að Blaster er að gera hann er svo erfiður fyrir þá. Hann pússar allt og það virkar. Og hann er að fara aftur B-megin. Þetta er ótrúlegt að horfa á. Núna er Peter og Dabbi 2 eftir á móti Blaster og Mozart. Það er svo sem, já, 2 bestu menn úr hvora liði. Mætti segja, arguably, já. Eins og staðina núna, en Blaster er að hönda. Þetta er ótrúlegt. Pússar miðju. Peter, hann heyrir Peter. Hlýtur að vera. Nei. Hann sér hann. Hvað er að segja? Gengur á Peter. Ég á ekki auka tekið orð. Þetta á maður að greina þetta. En þetta eru samt rándin sem að Peter vinnur, Tommy. Þetta verið á molla. Það er samt að finna einhverja sniðu að leið til að koma sér út úr þessu. Plantar fyrir CT en fer BL og B. Þeir búast líklegast alls ekki við Peter Heirin. Hann vill fá fyrsta killið strax. Hann vill fá frakkið á báða mögulega. Þetta! Það er fyrsta vappin eftir og hann nær 2 Peter! Gerir sér stóran! Það bara einfallega skiptir ekki máli þó að Blaster sé að hlaupa í ringi. Blaster púsar miðju bak BL og B, bak A, bak B aftur. Tapar samt rándinu. Ég á ekki orð, þetta var vilt ránd. Algjörlega, konaði þetta fyrirfram, Peter vinnur svona ránd leikandi. Einn af top 5 spilurum Íslands. Tvímælalaust. Þori að falla með því, með allir rökraða við mig það. Ég held að þú standir bara með því. Það er fáir sem að myndu véfengja þetta. Og hér Pappo hittir ekki neinu, Dettinit einhvern veginn lifandi enda og hérna bakvið, hvað gengur á, Tommy? Ég á ekki auka tekið orð. Hvað er að gerast? Dettinit lifir þarna, Tony búinn að finna annan, Dettinit að finna annan. Já. Á ekki til auka tekið orð, Viktor núna einn eftir og hann er feldur á Peter. Ég vissi að við erum að fara að fá viltanleik, en þetta er... Þetta er ótrúlegt að horfa á. Rosalegt. Dettinit bara í ofurheitju búningnum hana fyrir utan alabíð.
tekur ekki skaða. Já, ég var bara að horfa á Man of Steel þarna. Á ekki til orð. En 11-4 staðan í hálfleik Tommi fyrir Þórsmönnum, svo sem vorum alveg að búast til því. Byrja að leika vel, allavega hérna í terr. Núna fá hins vegar FH að smíði eitthvað skemmtilegt hérna allavega. Fyrir að byrja vel, verða að byrja vel. Já, Þórsmenn unnu pistólið í fyrra hálfleik. Núna verður FH að vinna pistól. Glokkin arguably mikið betri en pistólinn hjá CT Uspan. Og Dabbi sem þarf að taka á honum stóra sínum. Setur bara inn á díföldinu og að fá strollu hérna inn nær fyrsta. Finnur hann meira, gerir hann ekki, en Rín komin í backupi, finnur einn, Tóni komin í backupi líka og hann finnur einn. Moses svarar á Dabba, hann í byrjun ránd. 2 í bak og það er Rín sem takast á við Vissart, nær honum niður. Það er Mozart, 1 eftir, Glokkan, fá skot og þar fara annað fyrir þetta. Já, Þórsmenn að vinna bæði pistól og það er rándýrt. Það er nefnilega helvíti dýrt. Já, sérstaklega þegar FH vinna ekki forsið í second round og tapa síðan fyrsta gunroundið third en vinna síðan roundið eftir það. Þetta er brútal. Já, ekki æskilegt. Algjörlega. En við sjáum það FH megin eini maðurinn sem er komin yfir 10 kill, það er Mozart. Já, þannig er Vappin heldur betur að skila sínu. Viktor, já, aðeins eftir þarna á 9, annars svona tiltölulega jafnir. Já, Laster algjörlega. tók við sér þarna í endan. Algjörlega, hann spila sig aðeins í nýja leikarinn. Næstu því gól. Já, það er á ekki. Hauskot með SFG. MP5-man á Peter. Þetta er áhugavert, já, ánægði með þetta. Já. Og ég held sko gott eða það er ekki 150 auka skot í henni, hann er þetta make sense. Já, hann bara getur plaffað hann í gegn og gert sig erfiðan að skjóta og eitthvað. Þetta 120 eða 150, ég man ekki nákvæmlega hvort. Vistu, bæði Nei. bara ógeðslega mikið. Já, 120 líklega. En þetta verður erfitt ránd fyrir FH að vinna. Ég er samt með ágæðan vissur hérna. Algjörlega galið er náttúrulega mikið betri. Viktor bara týndur í endriðinu þarna, Blaster og Mozart feldir, Vissart svarar. Ná að hausa hérna Pabbo. Vissart vill ná sér í byssu og það strax. Klassið þarna. Blinda bara alla, bæði CT og Terp. Feikplantið þarna, reyna að fá dettinett út úr farónum hérna. Þeir eru 2 að koma frá CT-inu. Það er bara einfallega að fæta hérna. Báðir og lágir. Byrjar að þjarma að FH og einfallega keyra yfir þá. Já, hann bara ákefð í Þórsurum sem að voru með yfir höndina þessu ríteki. Já, það hafa bara verið með allan leikinn. Enn sem komið er. Höfum síðan smá vona glætu hjá FH að vinna þessi forsound en ekkert mikið meira það. Já, það er raunni bara það sem að hefur verið svona góðu partarnir, já, fyrir utan það náttúrulega að við sáum þarna Blaster gera rosalega. Það er bara beint miðuna. Búsa hér, Mollin komin niður, það gripi MP9-na og hún spreyja niður 4! Peter að gera allt hérna, tekur alla leikmenn, nei, það gerir hann ekki. Vissart segir nei, þú far ekki eisið, fyrsta eisið í síðast 2, það er ekki komið, Tommi. Nei, við erum að bíða örlítið lengur eftir því. Það er Dabbi sem að nær Vissart og klára rándið 14-4 Peter með 4K. Gerði heiðarlega tilraun í eisið, virkilega gott utility þegar þeir koma púsandi með mollar hurðina vinstra megin eisið, þannig að þeir koma allir fyrir framan hann í gegn. Hann er svo rólegur í svona kringustæðum að það er eiginlega bara sjokkerandi. Það er bara galið, gjörsamlega galið. Ég væri komin í Ég er búinn að herpa báða klútana og ísinn er komin í fullt og það er bara, ég byrjar að elska á strongman Tommi sem mættur glúts og træseppa og alls konar vöðvar. Það er bara það er veikja í Vissart þarna. Hann vill fá endrið, færað ekki en tekur 50 skada á molla. Gjörsamlega. Það er samt að, nei, Peter fellur þarna. Það var dettinit að vera í hjálpunum. Vissart með dettinit. Loksins færað hann sem hann vildi standa í molla í hálft ár. Tóni allir í gegn. Tóni komið fyrsta. Hann lifir. Hann gerir skada. Grípur í tekkuna og hann er búinn að loka á miðjuna. Tóni, hann ætlar ekki að hleypa þeim á æð. En
Dabbi, hann gerir það hins vegar fellur hér á móti Mozart og sama tíma er Rín búinn að finna Vizard en Móti tveim. sjáðu pressuna hjá Þórsmönnum, þeir eru bara komnir í hann. Algjörlega viðstöðulausir. Rín, einn eftir á móti Viktor. Hann með bombun á bakinu. Og já, Rín einfallega búinn að reikna með því að hann sé að fara á B. Og þá kemur plantið. Viktor með algjöra yfirhönd þarna. Skemmtilegt, Rín næstu búinn að átplega sjálfan sig þarna. Næstu búinn að spila sig alfarið úr þessu rándi. En nær að bakka nógu snemma. Og hér, Viktor að finna killið á Rín. 5. rándi komið í hús fyrir FH. Já, FH örlítið að klóra tilbaka þarna. En þetta var bara einfalt mid-control og taka faróið, taka þristinn, ítaði með örlítið aftar. Þetta var fínt play, overstakka örlítið í miðuna en voru með þarna á vængjunum á A og B. Algjörlega, þú veist við, í þessum leik þá höfum við ekki séð neitt svona brjálaðislega mikið stratt. Við höfum bara séð venjulegt default og unnið út frá því. Og íslenska leiðin. Já, nema að FH þeir þurfa, held ég bara að fara að súperglúa niður tvöfalt og mæta Þórsmönnum með hörku. Það er bara nákvæmlega það sem þurfa að gera því að Þór voru bara að íta út tengið, taka 2 frögg og FH voru í vesinni. Já. En FH þeir ætla ekki að tapa jafn stórt og Atlantic gerði á móti Þórsurum 16-3 sem að Atlantic töpuðu. Já, þeir eru allan að komnir yfir það er gott. Þetta er hauskot þarna á Mozart tippland á tánum núna. Já, það er aðeins að hörfa út úr þessu, hann vill ekki taka þennan fæt. Nei, og Vizard! Rín alveg að... Liðast í sundur. Já, hann er bara nákvæmlega að gera það. Algjörlega gott jútil hérna hjá Þórsmönnum til að loka alveg á þetta. Molli, það er hafsjór á molla þarna. Já, 2 mollar, hvað er betur en 1 molli? 2. Algjörlega Tóni virkilega vel staðsettur. Rétt sér yfir smókinu, þá var Pítur á autosötkun, það vill alls ekki. Nei, Papo 1 eftir, 3 kíkjar, koma báður ekki henni tengið, en það er Pítur sem nær frakkinu samt sem áður, beint í haus, ekkert VS, 15-5. 15-5, FH, þeir eru bara ekki búin að sjá til sólar hér ennþá. Nei, það er glimrandi sólarna í Egyptalandi eða hvað sem þetta er og það er bara... Já, Þeir eru með sólhlöðun, sko. Þeir eru bara ekki að sjá lausnirnar. Og það mætti segja að Mozart sé í sínu heimalandi. Álfur Egypti. Jaha. Já, mér minnir það. Gaman. Eitthvað í þá áttina. En er Mozart að tapa í Egyptalandi? Það lítur svo sannarlega út fyrir það. Mollin góður og grenan enn betri! Já, þetta var vel gert hjá Dabba og þetta Ferrari Peak gjörsamlega jarðar Dabba. Vizard búinn að finna 2, hann er að gera það eitt síns liðs, hann ætlar ekki að tapa hér. Það er hann ekki í þessu rándi, það er á hreinu. Töfraði hann fram 2 hauskotun, núna er Rín í vesenni. Hann á 14 HP. Viktor og Deglu hittir ekki skoti eftir að hafa tekið hann niður í 14. Ekki gott og hér Papo, virkilega mikilvægt kill. Rín núna einn eftir hann verður bara ekki að skaða á peninginn, Tommy. Já, eða bara bakka þeir engan pening. Já, eiga líka 15 ránd, þannig að þeir eru bara slækir. Já, ég held það bara. Það er líka Rín hörvar í miðjuna. Þetta gæti mögulega verið of nálægt bombu til að lifa. Já, það tel ég líka. En við sjáum það bara hér. Já, hann hristi bara hausinn yfir, hann ætla ekki að deyja. Sko, ég er ekki frá þess að ég bara búin að minnka bomburatið í sinni Anubis. Veistu, ég held það líka. Hann var náttúrulega fáránlega stór. Var eiginlega allt of stór. Já, en mögulega búið að minnka hann. Það er Rín sem að einn lifir eftir þetta ránd og sitjandi á 15. rándinu. Þá þurfa Þórsarar að spara hér, kaupa nokkra deglur, smá P250, nokkri smókar og Rín með þennan fræga AK í höndunum á sér. Hann er eins og búinn að jafna Pítur á 22 fröggum. Herra Þór, Rín, að stimpla sinn í liðið aftur með hörku. Sittur jafn killum, honum Pítur. Mjög góð byrjun á tímabili fyrir Rín. Já, Rín búinn að spila 2 leiki og vá, þetta er neitt, hann gleypti flassið. Já, við sáum það algjörlega á skjánum hann. Það var allt hvítt. Ó já, en
15-6 staðan. FH þeir mega ekki misstíga sig Tommu hér. Þeir ætla að fá annað flass út BLB-ið. Það kemur fljúandi sennilega fljótlega. Eða hvað? Hann að fara að kíkja, ekkert við þessan. Aðeins að þreifa fyrir sér. Finnur ekki svo mikið. Nei, gerir ekki einn skaða. Þrír á sæti. Vita allavega að tveimur dettin að taka fætinn hér og það var Rín næstur. Hann finnur einni, Viktor, búinn að vinna 2 á móti. Hendir bombunni af sér. Fær Aqua hendurnar hann, Tony. Og það viltu ekki, Tony. Bomba liggur í tenginu. Já. Rótiti komið, gennum CT og gennum tengið. Mozart nær hins vegar bombunni hér. Þetta, Vizard verður að finna þetta kill á Dabba. Gerir það hins vegar ekki. Nær að lifa. Ætla ná að nýta sér svona eitthvað, Jón. Það gæti verið. Dabbi til alls líklegur. Með samt lágt HP. Gæti komið hoppandi með MP9 þannig hefur hann og Tony. Hann er ekki að þetta geralegt. Og nær að nýta HP til að ná Mozart af bombun og Peter með seinasta hauskotið. 16-6 fyrir Þór. Á ekki orð að FH tapi þessu rándi. Það er galið, Tommy. Gjörsamlega galið. Já, ég var einhvern veginn ekki að búast við því, en Jón, sko, ef við örlítið pælum í þessum leik, þetta var heldur betur bara aksjón. Þetta var eins og 90s bara Schwarzenegger minn. Svo sannarlega, en við erum bara að sjá það aftur, Þórsmenn, þeir eru ekki búin að sleppa bensíkjöfinni síðan úr Atlantic leiknum. Það er með að vinna Atlantic 16-3, núna 16-6 á móti FH. FH búin að vinna 2 leiki, tapa 2, gæti orðið dýrkeypt upp á, við vitum að FH, þetta er svona miðjum óðslið. Ég myndi segja samt að tapið á móti IA þá eftir að særa þá mest. Já, ég hugsa það líka. Tapið á móti liðið sem að er rankað það fyrir neðan þá, löpuðu örugglega inn í hann leik líka bara, já, við erum dálítið kókrustir, IA, þeir eru alveg flottir, alveg góðir, en við erum betri. Ég hugsa það. En aldrei að vanmeta andstæðinginn, ég er búin að læra það the hard way. Já, en bara þannig. Ég var eiginlega búin að samþykja það, að hætta að tala um það. Já, ég er alveg til að berja sjálfum mig aðeins lengra niður í jörðina. Það er allt til lagi. Við látum það alveg gerast. CS2, Þór og FH, hvernig sjáum við þetta? Deglurnar náttúrulega, það voru heldur betur að hitta fyrir FH. Já, algjörlega. Það er nánast bara eiginlega einu rándið þeirra. Force-rándin og deglurrándin hjá FH upp á 10. En gun-rándin bara hræðileg. Hvað þarf að bæta það? Gun-rándin. Já, bara einhvern veginn. Já, mögulega vantaði einhvern struktúr í liðið, mögulega. En ég efast að FH sé með einhvern rosalega svona mikinn struktúr. Ég held að þetta sé bara, default og spila út frá því. Já. En það var ekki að gerast í þessu leik. Átti ekki séns á móti Þórsmönnum. Einu rándin, það sem við vorum með byssur í höndunum og voru að gera góða hluti, var þegar við voru, í þessum ringulreið rándum, þar sem að Blaster einfallega bara ítir einhverja stöðu og Þór bara einfallega búast ekki við því, nær 2 og þeir svona einhvern veginn ná að manúvera sig í kringum það. Algjörlega, þetta var gjörsamlega galið ránd hjá Blaster, pússa miðuna, fer bak BLB, fer terspón bak A og aftur BM, þetta var alveg galið að horfa á þetta. Já, það er bara nákvæmlega. Þór, þeir bara, eins og segir, halda dampi, komandi úr CSGO, voru náttúrulega í overpass á móti Atlantic í senasta leik. Já, og vinna hann 16-3 sem að er frekar stórt, eða bara eitt frekar, það er bara risastórt vinn fyrir Þórsmenn, móti virkilega ströngu liði. Já, og okkur lakar til að sjá allavega meira af Þór. Hvernig er eftir að koma sterkari tilbaka, veit ekki, við sjáum kannski eftir þessa útsendingu móti hvaða liði þeir mæta á þriðjudaginn. En já, það er Saga Ármann sem eru næst ekki fara langt. I am only as young as the minute is full of it. Getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me.
Sen í völlin, Viktor Karlsson! And talk it out like yeah. Our ride is here! Við erum að fara til Gran Canaria. Ég get ekkert látið eins og mér finnst þetta bara skemmtilegt og allt í lagi. Alveg nei, hættu að slaka á þessu. Þetta er bara asnalegt. Eins mikið og ég elska þessar stelpur, þá gæti ég ekki viku viðbót. Amazing. Velkomin í húsið mitt. Fokkin byrjuð sko. Bestu rafíþróttalið landsins mætast í ljósleiðaradeildinni CSGO. Þriðjudaga og fimmtudaga á Stöð 2 Sport. Velkomin í besta sætið. Fylgist með endurnýjun og fæðingu hinna ýmsu rýma í höndunum á Ragnari og Hönnu-Stínu. Þetta er fullkomið útsýni en íbúðin er ekki eins fullkomin innan. En við ætlum að laga það. En eftir 2 ár er ég búinn að halda 0 partí, 0 matarboð, eiginlega bara iðnaðarmenn sem hafa komið í heimsókn. Eina sem ég vil er bara nýtt eldhús helst í gerð og að það verður að passa við gullna drottninguna hérna. Það er svo mikið til að flottu og geggjum efnum núna að það er eiginlega bara mjög erfitt að ákveða sig. Og kannski hafa þetta svolítið svona spalegt því að þetta verður ekki bara, þú veist, herbergi fyrir hjónherbergi, þetta beint út í pottinn líka. Það var gaman að við vorum í vandræði með innganginn og þú komst með þetta skotum að gera hann að boga. Já, nú er sérst bogatímabilið mitt. Við erum bara hérna úti í miðri ferðamanna á. Svo er þessi veggur hérna, einhver veggmynd eða kannski fá listmálara til þess að gera eitthvað eða... Stjörnubjartur himinin með satsflísar. Blönduntakið, er það svona allt komið til ára? Já, það er verður að hrynja flísar. Ekki missa af Bættum betur á sunnudögum á Stöð 2. Maður hefur alveg mist sig kannski óvart. Ég bara öskraði stanslaust á dómara. Þetta er stundum svolítið skrítið. Við fylgjumst með íþróttum barna á hliðarlínunni. Við erum að afreksvæða íþróttirnar allt of snemma. Gleði í bland við álag, kvíða og erfiða tíma. Ég hef verið að gera aðgerðir á 10 ára krökkum eftir svona áverka. Maður stend alveg há. Ég vona því að komast einhvern tímann í landsliðið. Já, auðvitað. Það er ekki einn af hverju 1000 sem kemst á það leið í fótbolta. Ég þurfti til dæmis einu sinni að segja við 2 foreldra ef að ég heyri eitt orð í viðbót frá ykkur þá komið þið ekki fleiri leiki hjá mínu liði. Hliðarlínan, mánudaga á Stöð 2. Red Bull veitir vængi. Nobody's saying our neighborhood's a Garden of Eden, but it's been a good home to me and my kids, who I'm proud of, because every single one of them reminds me a little bit of me. Who the hell is that? My dad. Good job, Fiona. I don't know how I could do this without you. You're welcome, Dad. Frank Gallagher, father, teacher, mentor, captain of our little ship. Þetta er stór stund að standa á þessu glæsilega sviði í beinni útsetningu fyrir framan alþjóð. Það þarf sterkar taugar í það.
einhleypar konur mæta í alvöru brúðkaup í leit að sannri ást. Þær hitta ólíka karlmenn sem setjast með þeim við einhleypaborðið til að sjá hvort neistar fari á flugum. Oh my. The opposite of a nice guy. I'm gonna make sure he's mine. May the best girl win! Adam's back. Finnur einhver þeirra alvöru sanna ást? Am I in love? Is this what love feels like? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin aftur, Ljósleiðaradeildin heilsar. Hér Tommi, þarna Jón. Hæ. En það eitt sem við glemdum og þú myndir með það. Ég byrðist afsökunar. Hver er... Peter. MVP. Hver er Peter? Já, Peter MVP. Hver er Peter? Peter MVP. Topp 5 leikmaður á Íslandi? Já. Ég myndi heiklust með þessu upp í topp 4, topp 3 kannski. Já, bara heiklust. Já. Eins og hann að spila akkurat núna og ég meina hann er búinn að spila þarna í helviti mörg ár, þannig að já, það er bara nákvæmlega hannig og hann að ég skal bakka upp hana. Já, ég er ekki með marga fleiri. Herra Þór gerði svona tilkall kannski? Já, gerði klálega tilkall en Peter bara yfirbara mikið betri í þessu leik. Já, það fyrir ekki lengra, þá gröfum við Þór FH fyrir aftan okkur og við skulum vinda okkur í næsta leik. Það er Saga á móti Ármann. Við skulum kíkja fyrst á lið Sögu. Sörk, ADHD, Tide, Dom og Solo. Þarna er góðvinnuðinn Tide mættur aftur en á þessu sinni fyrir aftan tölvuskjáinn með músina. Ó já, þar vill hann vera. Já, það er hann bestur. Ekki hann hafi verið slæmur hérna, bara hann er mjög góður leikmaður. Algjörlega, en munurinn á þessu tveimur leikjum, Tommi, er að Saga þeir eru að koma af tapleika móti Dusty, 16-12. Ármann þeir eru að koma af sigurleika móti IBF 16-12. Er það að fara að há öðru hvora liðinu? Veit það ekki. Gæti gert það. Ármann náttúrulega völtuna vel. Já, þeir eru klálega það og þeir eru alveg búin að grafa það á bakvið sig allavega að, þú veist, eftir hennar leika móti Þór í fyrstu umferð, þar sem að þeir voru hægir á stað, þetta var gamla góða rellan, þar sem að þeir voru ekki að þú veist, náðu ekki að koma sér í gang nú og snemma, koma tilbaka, Breiðablik, valta. Ó já, það er nefnilega málið. IBF byrja frábærlega. Já. Klára sér leikinn, en þú veist, já, þeir eru búinir eiginlega að vinna leikinn þeir eru komnir í 11-12, þú veist, 3. Það er bara, þetta er eiginlega búið þá. Það er alveg gott að blessa. Það er nefnilega málið. Og þannig að þeir eru byrjaðir aðeins að adapta og spila sinni í tímabilið, nóg eftir að sés og allt það, gamla góða klísjan eins og tölum alltaf en þarna, þú veist, farandi yfir lið Sögu. Gott ef, það vantaði ekki Sörk í síðasta leik. Gott ef ekki, við rámar í það. Það var allan á móti Ía sem að þarna, ég man ekki hver kom inn á. Já, það gæti vel verið að ég sé að mismuna, en gaman að sjá Sörk eins og þar. Já, Sörk, frábær leikmaður og þetta svona wildcard sem að þeir mistu dálítið út. Þeir voru með Skún og þeir voru með Vissard, en Sörk eina svona wildcardið sem að þeir hafa núna í vopnabúrinu á meðan við erum með bara svona solid leikmenn þar sem eftir er Solo ákveði svona þú veist, spurningamerki sem við getum fengið rosalega mikið frá eða rosalega lítið. En þú veist, við erum með Tide Dom sem eru bara þessir rocks og Dom þá sérstaklega, honum er drullusama út hann sé að vaða skítinn og svo lengi sem hann er að hjálpa vinnu sinum hérna að séra leikinn. ADHD hins vegar er búin að eiga upp og niður leiki, svona eins og við búumst við hann. Já, rosalega mikið þannig og mér finnst hann einhvern veginn aldrei vera, hann er aldrei svona steady róli. Þannig að alltaf eiga bara stjörnuleiki eða bara svona leiki. Bara svona ég ætla að gleyma þessu og fer í eitthvað annað. Já. Sem er dálítið slæmt út af því að þeir eru að mæta núna liði sem að er, let's face it, rankað örlítið fyrir ofan þá. Gamlir liðsfélagar ADHD til dæmis og það, já, ég veit nú ekki
hversu mikið kalt blóð á milli þeirra? Ný, það örugglega smá. Örugglega. Gæti verið. Það yfirleitt þannig. Það alltaf, maður segir, nei, það ekkert svoleiðis. En það alltaf smá. Það alltaf smá. Alltaf. Ég hætti að spila með liði sem að rak mig út allavega. Þeir eru hvergi sérlega. Og hér þú. Hér ég. Hæ mamma. En við langar samt að tala aðeins Dóm. Hann búinn að eiga rosalega erfiða leiki på síkastið. Já. Hann ekki búinn að vera þessi Dóm sem við þekkjum sem að, bara rock solid. Mér finnst hann hafa algjörlega vantað og liðið bara töluvert veikara fyrir vikið. Já, ég alveg sammála því. Ég held nefnilega að, ég kannski ekki bindi vonir við það, en mér finnst eins og við erum komnir í nýjan leik núna og mér finnst eins og adaptabilityð eða bara sem að Dóm getur boðið upp á að hann muni koma sterkur inn hérna. Já, það bara, ég mjög spenntur að sjá það því að Dóm þessi leikmaður sem á að vera, hann á að vera rock solid, hann á að vera á 20-22 kilum í leik, eða fyrir alla leið. Allavega 15. Já. Bara, við setjum bara lágmarkið í, þegar þú ert komin hingað, að þú átt að geta kreist út 15. Já, bara lágmark, algjört lágmark. Nema að sé svona völtunarleikir eins og. Já, en þú veist, þegar þið eru inn leikjum, og þetta lið klárlega lið sem getur haldið sér inn leikjum, þið voru að tapa 16-12 á móti Dusty sem búið að valta yfir mörg lið. Já, algjörlega. En þú veist, frábært lið og mér langar að sjá Tæt eftir hann búinn að vera hérna 2 sonum í röð. Já. Að mæta með hörku í leik, það væri alveg klikkað. Hver toppmaðurinn minn? Tæt. Það nákvæmlega hann. Bang! Ég vissi að þú myndir segja þetta og þess vegna valdi hann og líka bara rock solid leikmaður með góðan leikskilning, hann hefði komið reynsluna á baki og ég meina þrátt fyrir að hann sé umkringdur að leikmönnum sem að eru mjög hæfileikaríkir, þá finnst mér eins og að sé, þú veist, þetta er ein önnur rödd sem að, svona röddin sem getur sagt réttu hlutina. Algjörlega, og þú veist, Tæti með alveg bilaðislega mikla reynslu. Það gleymist, hann búinn að vera í Seven, War Monkeys, minni mig alls konar liðum. Ég veit ekki með War Monkeys, með rámar í það. Hann var allan í Seven og hann búinn að vera í með Dettinit lengi vel, hann var náttúrulega í Seven með Spike og Denos. Allstar. Já, hann búinn að læra af þessum sem eru búinn að innan gæsalappa fullkomna leikinn. Já. Þú veist, þeir eru búinn að finna út hvernig CS á að virka, þú veist, hann virkar á fullt af leiðum en þú veist, hann er búinn að læra hvernig á að spila. Algjörlega, og ég hlakka til að sjá hann performa hér í kvöld því að hann veit að ég er að fara drull yfir hann ef hann gerir það eins og ekki. Það er bara nákvæmlega þannig. Á þeim nótum þá finnst mér bara frábært að við förum rakleiðis yfir í Ármann. Beint yfir í Ármannsliðið. Það eru kunnuleg andlit hér hins vegar. Það er Hundsi, Ofvirkur, Krakkinn, Pólis, Wonder og Guddi og mér langar að byrja á seinasta leikmannum, Gudda. Já. Hann er bara búinn að koma mér á óvart aftur og aftur. Hann er búinn að spila bara flotta leiki, passa inn í þetta lið, virðist bara vera að finna taktinn og það tók ekki of langan tíma. Nei. Og mér finnst eins og mennirnir á köntunum, Guddi og Hundsi, ég held að þetta gæti verið einhvers konar endur í teimi. Bara klálega, ef að Pólis Wonder er ekki að standa sig í stikkinu. Hann er held ég alveg pottið designated entry og annarkvor þeirra Hundsi eða Guddi, nr. 2. Ég held að sé pottið þannig. Skrítið að senda Guddi nr. 2, já, allt í lagi, en Hundsa? Já, nr. 2. Af hverju myndir ekki senda Krakkinn? Já, hann er svo gamall, erfitt að hreyfa sig. Já, vissulega. Þú setur hann upp mjög góðan punkt. Nei, ég hugsa bara, ég hef spilað það mikið með Hundsa og ég veit, mér líður eins og hann sé mjög þægilegur í því hlutverku ég að fara inn nr. 2 og secura entry. Hann er alveg típisku leikmaður í, fyrsti maður fellur og hann trefur 3. Bara með 3 í sens. Ég held að það sé búin að minnka það og ann og aftur, ég held að það sé út af því að hann var ekki að taka lýsið sitt og þetta er aldurinn og allt það sko. Það geti verið, en Krakkinn vissulega geti verið góður í svona secondary entry. Mér finnst bara eins og, þú veist, maðurinn sem kemur nr. 2 inn, þetta á að vera frábær riffill
og þetta á að vera gaur sem að nær sko náttúrulega endrið býr til plássið, hann hoppar til hliðar, jafnvel maður sem að nær fyrsta frakkinu, leitar upp í seinna frakkið og síðan leikmaður númer 2, hann bara gaurinn sem að býr til langmesta skaðan og hann bara lítið á þetta hlutur. Þess vegna myndi ég alltaf setja besta eða næst besta riffilið minn númer 2 inn. Já, bara algjörlega. Það náttúrulega, ég myndi segja ef Police Wonder er endrin, þá myndi ég setja guttaði krakkina þinn. Já, þú mátt hafa ránt fyrir þér. Ég bara setja upp liðið. Algjörlega. Hver er toppmæður minn? Gutti. Það er endur ofvirkur. Já. Mér finnst eins og ofvirkur sé að stíga upp núna og ég er búinn að segja þetta í 3 tímabil í röð. Og það er eins gott að hann bregðist mér ekki núna því að hann er búinn að gera þetta mjög erfitt. Hann er búinn að brenna marga brýr. Nei, engin brú sem er brunnin, einfallega sko hann er búinn að bregðast mér því að við búumst við svo miklu af honum. Já, þannig leikmaður. Já, nákvæmlega þannig. Og hann er svo flassi, hann fer í bara eitthvað flow state og gjörsamlega rústar leikjum. Já. En ég meina, við sjáum það, 1,44 einkunn, sem er galið. 93 ADR á Vappa sem að þú sagðir er oft með aðeins læra ADR. Já, Vappin oftar en ekki með læra ADR fyrir vikið og 93,6 ADR virkilega flott statistik. En við mistum að vítónu, en við erum að fara að raklið sér nú. Það var bara svo gaman að tala liðin. Já, við bara fengum ekki vító eða þessu sinni, við erum bara slætt ykkur við það. En Nuke engu að síður, Nuke í CS2, þetta er í fyrsta. Ójá, og mikið er þetta fallegt mapp. Þetta er mjög fallegt mapp og það verður að segja. Nammi ofvirkur að leita killi hér, feldur af Sörk. Sörk að stimpla sinn hér. Og sama tíma þá eru allir hinni leikmenn Ármanns. Ágætt. Dom komin í bakkupið og nær þarna 2 út. Þetta og krakken. Þetta er Dom sem að við viljum sjá svingar hér fyrir 3. Dom að gera allt rétt hér, lifir ennþá. ADHD á Dual Berettas innsiglar þetta fyrsta ránd fyrir sögu í þessum leik. Í Setarkrík, kjarnunguverinu. Það bara hann minnast það. Í Idaho, Iowa eða eitthvað af í fylkjunum. Nammi. Og nú getum við spila. Já, þetta líst mjög vel á. En já, Saga stimpla sig inn með hörku í pistólinu. Arguably mjög mikilvægt ránd. Ármannsstráðinu þeir kaupa alveg. Taka útismóka, tekkur í höndunum með öllum nema Hundsa, hann er með deglu, stórn armor og ekkert í utility. Enginn eins og það sem er að fylgja þessum smókum en það er búið að róta þetta heim leikmanni niður en Kenna ætlar að æða í gegnum gula sóló. Hann er ekki svona að bregðast við og það er krakken sem opnar þetta. ADHD málar þetta niður af gula en þeir eru bara með ágætis byssur til að bregðast við þessu. Algjörlega Sörk og ADHD núna bara 2 eftir á móti. Sörk! Á móti Police Wonder og Hundsa og hér Uspan á Sörk. ADHD droppa niður úr heaven. Á ekki auka tekið orð, þið voru komni með sætið. Þið voru með það á bakfætinum. Þeir átti þetta ránd algjörlega Ármann en allt kom fyrir ekki einhvern veginn í anskotanum á klóra Saga þetta tilbaka. Skil ekki hvernig. Þeir bara einfallega leifðu Sörk að lifa aðeins svo lengi og voru samlokaðar þarna með ADHD í bakinu. Og Sörk á MP5, er það orðin viable byssa í síðast umri? Ég veit það ekki, ég hef aldrei spilað hana hvorki í CSGO 9-2. Það virðist vera. Ég bara forðast að kaupa þessar SMG nú. Já, ef að Peter notar hana og Sörk, þá er eitthvað til í. Það er eitthvað viable hana. Já. Kannski fíla hana bara skinnið. Gæti náttúrulega vel verið. Ég notaði CS-setuna lengi vel bara því ég fílaði Victoria skinnið svo vel. Og það er algjört beauty. Já, það er bara þannig. En þeir eru allan að koma sér hægt og rólega hérna fyrir. Police Wonder jarðaðir þarna vinur. Tók flugferðina og brotlendi ofan á, Vippa. Eina sem er verra er þegar þú stoppaðir í loftinu og plömmar. Það er svo sárt. Ekkert verra. Dom í vesinu nær 2, ekki mikið meira það. Einfallega notar of margar kúlur. Og hér omvirkur geti gert eitthvað Nei, gerir ekki neitt. Gerir lítið. Ná að halda öllum M4-unum sýndist mér líka, þannig að það er gott. Dom þarf droppið það. Já, fær M4-in. Algjörlega.
3-0 fyrir Sögu. Þeir byrja vel hérna í þessum opnunarleik þeirra í umferð 4. Fyrsti leikur beggja þessara liða í CS2. Algjörlega báðir toppmenn Tomma með 1 kill. Já, maður ekki vilja meina að þetta sé curse. Já, það er ástæðan fyrir ég lendi svona neðarlega. Vá, Gutti! Entry, tætt að svara, nær ekki nema bara einum. Hún var í erfiðri stöðu þannig að 3 sem nýta rampinn. Þetta er bara nammi fyrir Ofvirk. En hún er með treyta hérna strax út. Æðir ekki með smókjana það. Solo, núna 1 eftir inn í stálinu, smókaður út. Hann er skotinn í gegnum smókin og hann er í vesni 37 HP. Og smókan, búið að grensa hann, mollan. Hann er með AK fullt belti. Já. Hann vill ekki nota þetta jútil. Hann er bara að hafa til sínis. Já, hann vill hafa til sínis og líka bara halda henni næsta og hann hafa ekkert að gera við þetta. Hann vill lifa eða deffa hér eftir tíma. Já. Þetta er klassískt að býða hann upp í heaven og sjá. Þeir vissu á hannum síðast bara í lobby. Hér droppar hann. Kraken sér við honum þarna, skýtur hann í hælana, fellir hann og þar með Ármann komið fyrsta. Þeir eru konur á blað og þeir finna lykt af blóði. Algjörlega Kraken með putan á púlsinum, hann er búinn að sjá þetta nokkuð oft reynd allavega. Það er búinn að spila í gott sem 73 ár og það kemur hann ekkert ávart í þessu leik. Nei, 73 ár pluss eitthvað klink sko. Já. Það er rosalega tíma sko. Já, það er nefnilega málið. En mér oft líka að hann var á algjörum topp í 1,6. Já, hann var einn í ljóslegar dildinni þá. Já. Það er svoleiðis. Fylgdi einn upp í hana. Já. Það var Kraken vs. Æsland og hann vann. Já, það var helviti slemt ef við myndi Kraken allir koma. Það sé eitthvað HP Lovecraft dæmi sko. Það er alveg virkilega slemt sko. Algjörlega, ég er ánægður með þetta Ármannsstrákunni. Þeir vinna fyrsta rándið sitt og taka taktikal leið. Já, held einhver niður vatni eða eitthvað. Já, Ofvirkur öskraði úr sér röddina. Braut mækin. Já, það er alveg vel líklegt. En Saga, þeir taka bara grena úti og bakka sér rampinni. Ég sé þetta 1000 sinnum. Já, það gerir nú ekki mikið skaða þarna. 64 og eitthvað klinkaða tekið af Kraken. Nostradamus, þeir eru komin á rampin, 3 leikmenn Sögu. Ótrúlegt hvernig ég lesi leikinn. Ég er dói kritikal upp á sitt næst besta. Já, það. Það kom ekki hérna bros. Ég er ánægður með það. Já, það er bara þannig. Já, hann vill ekki láta bendla mig við sig. Það er á hreinu. Það átti komið fyrsta, en ná að halda þann góðum stöðum og ná hérna 5 fröggum í röð og þar með uppskýra annað rándið sitt. ADHD insta kaupir Vappa. Hann hikaði ekki, hann spónaði og ítti á takka keypti Vappa. Ójá, hann var ákveðinn í þessu. Það var nú kaupið hjá Vappi. En af hverju sættir hans við samt að kaupa fullarból? Það er alveg pláss fyrir flöss. Já, eitt smók. Hann þarf það alveg. Já, algjörlega sammála. Smókin, crossbókin, virkilega lélegur úti en hérna koma Ármannsstrákunni bara röstandi inn. Vilt breiða frá Titan Solo komin í hjálpina. Það er 1 komin á sætið og Ofvirkur, hann fellur hérna fyrir Solo. Nærtveim gerir vinnunum sína. Dom komin í rotatið og Polish Wonder setur þetta 1-1. Það er Vappin á ADHD og Polish Wonder. Góðu smók hjá Polish Wonder. Smókar út Vappan alveg. ADHD sé ekki neitt. Þetta verður áhugavert hvernig Polish Wonder gerir þetta. Þú spilar alveg upp í hendurna á ADHD. Lætur hann aðeins efast. Vel gert. Ég lofaði því að Ofvirkur, hann er að hvísla í eyrað á Polish Wonder hvað hann á að gera hér. Hér kemur hann lappandi út stálið. ADHD hefur betur. 4. rándið staðfest í hús fyrir Sögu. ADHD gerir vel aðna. Heldur á öllum sínum spilum vel. Algjörlega. Finnst bara svo oft sem að við lendum í þessu nákvæmlega að við erum spottaðir og við bökkum, komum síðan út nákvæmlega sama stað. Já, það er playið sem að mjög margir gera og enda virkar bara mjög oft því að fólk byrjar að ofhugsa. Já.
Og ADHD hann ofhugsar ekki, hann hugsar bara mjög lítið, hann bara með vappa, með að skjóta, ekkert vesen. Já, hann var bara alltaf að reyna að finna fraggið þarna, hann vissi bara að hann var að leita fraggi. Algjörlega, sástu hvað ég náði að kalla ADHD heimskan fallega. Já, reyndar, þegar þú segir það tilbaka, já. Ég dreif það samt alveg tilbaka, ADHD hann er djúðis heili, in-game lítir. Mjög klár að finna fröggið sig. Já, það verður að segja. Algjörlega, situr á 8 fröggum eins og staðan er núna. En allt í kjörum eins og staðan er núna. Ofvirkur og Sörk einu búin sem eru búin að taka damage hér. Bakka í útismóka, hér koma þeir og smókurinn og bílasmókurinn og þeir ætla að fara, hvað ætla rampinn? Það lítur út fyrir það að Hundsi fremstur í fylkingu. Verður gaman að horfa á hann eftir í þetta hér. Það er Dom einn á rampinum og hann er það er einn leikmaður á CT-spóninu. Hann ADHD með vappan. Ætti í rauninni bara að pússa hann á smók. Algjörlega. En þeir respekta smókinn aðeins mikið. Dom búinn að koma sér í mikið betri stöðu til að geta bakkað niður rampinn hér. ADHD double-mólaður út. Hann á ekki að koma í hjálpina þar á hreinu. Hérna, Dom finnur einn. Ekkert mikið meira það, Hundsi svarar. Rótið komið, Sörk nær Hundsa, kom með Gutta líka. Gerir þetta vel. Það eru bara 2 eftir, Ofvirkur og Kraken. Þeir eru með samanlegan spilatíma upp á mörg ár. Solo tætt hinum einn. Þarna kemur Mollin solo. Hann nær að vera þarna. Hann er að hvernig er hann ekki að brenna? Það er að vikna í manninum. Það gengur á. Hann blés bara svo rosalega vel á smókina. Hann misti ekki HP. Ofvirkur lokar þessu hins vegar með 2 killum á vappanum. Hvað gekk á með Mollan þarna? Ég veit það ekki, ég hefði alltaf haldið að hann væri að fara að spretta á hann. Já, hann gerði það líka, lokaði hurðinni í paniki, vissi ekkert hvað hann átti að gera. Já, þá var the jig is up þá, sko. Úlfurinn blés á Mollan og það virkaði. Já, grísirni 3 hérna alveg í vesinni, sko. Það er bara þannig, en 4-3 staðreind, Ármann hirða ránd þarna. Algjörlega, ránd sem átti alltaf að fara til sögu. Eins og þetta leit út. Kraken kemur askvaðandi út rampinn. Hvað er málið með MP5? Það er allir með þetta. Dom með diglu hins vegar í höndunum finnur ekki neitt, ekki einu damage. Nema á sjálfan sig, hann lifir á 1 HP, Tommy. Já. Bara rétt lifir hann. Hann er með smóka, 2 flösna, þetta er bara að droppa því á okkur. Það er alltaf hann að nýta þetta util í eitthvað sniðugt. Hólis Wonder fekk það hlutverk að halda vendin á það, en hann ætla bara að drífa sig í burtu. Já, ég hugsa að söguleikmenn þeir haldi bara byssum hér. Það væri mjög sniðugt. Já. Alveg bara frábær ákvörðun. Þið fá bara annað ránd til að stakka eitthvað eða eitthvað sniðugt. Já, well played, we go again. Já, bara þið sáu við okkur. Þið fundu klufuna. Tætt og Sörk að reyna. Sörk einu sem að finnur eitthvað. Finnur 2 Sörk. Það er byssu mögulega hér en Ofvirkur. Hann er að miða hittir. Hvernig fór þetta ekki í haus solo? Ég verða að þetta var í hausinn á leikmennunum. Gutti finnur solo. Solo, hann er að klóra sig heldur betur í hausnum núna. Sörk fer næstu því hlægjandi burtu með MP5. Hann vil ekkert með það hafa ADHD. Hann er í vesinni hér. Lifir þetta af og rétt svo tæpur þarna. En samt sem áður, lifir með skátinn. Það er Sörk með diglu og MP5. Já. Getur droppað digluna það yfir á Dom. Algjörlega tætt eini á... Nei, droppa hann á solo fyrir ekki. Algjörlega tætt eini sem er á uspunni. Sittur á 3 killum. Þetta er að komast inn í leikinn. Algjörlega 4-4. Það er allt nýfjaft í kjarnorkuverinu. ADHD reynir eitthvað svona hefnuskot. Giskar á tímasendingu en hefst ekki á þessu sinni. 4-4 núna. Þetta er í 3. skipti sem þið taka útismók og nýta það ekki. Það hefur verið að kondísjona það virkilega vel. Hér kemur inn í púsið. Þeir eru 2 konur út á golf. Tætt feldur, Hundsi. Með allt á hreinu, Gutti líka. Molli í vendið, Sörk sjá við honum. Fær ekki koma þar upp. ADHD mollar úr hefinni. Þetta er bara ákaflega gott postplant hérna hjá Ármanni fyrir að neyða þá í rauninni að kom ekki inn í smókin eða býða í þessar 7 sekundur og það er bara farið að bombunni. Algjörlega Dom komur inn í hefn og feldur leið. Ofvirkur komið ADHD, Ofvirkur komið Sörk og hann er að hitna á vappanum. Ofvirkur rokkinn í gang og það vildi ekki.
ef þú ert í sögu. Nei, það bara þinn versti óvinur ef að þú ert Saga. Mikið væri ég til í ADHD, væri á skotskonu líka á móti ofvirk Það er veisla. Það er veisla. Já, það er nefnilega algjör veisla. Sjáum við. Sætta sig við M4 núna. Sætta sig við hann í bili. Saga, geta það komið tilbaka hér, geta það unnið þetta ránd mikilvægt. Frekar mikilvægt. Þessi grena virkilega góð hjá ADHD, hann komið framalega úti, gæti spotta ofvirk sem hann gerur og hittir ekki einu einasta skoti. Vilt spreyjarna hjá honum verður að gera betur. Þetta er ekki æskilegt. Kom sér bara einfallega í frábæra stöðu til að ná vappanum að það sem var eldheitur. Algjörlega. Ná honum út. Krakken. Það er þetta bombuna bara í sig. Já. Ég á bara ekki til orð að þetta hafi ekki verið kill fyrir ADHD. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Hann bara verður að gera betur á það. Já. Þetta hefur opnað rándið, búið til smá klundur og það hefði getað rössað henni smókin, mögulega farið inn í Afríku og gert eitthvað örlítið meira en bara einfallega klikkar að ná, gott ef ekki einhverjum 10 til 12 skotum. Algjörlega, núna er Gutti niðri á B-sætinu, hann er að fara að brjóta glugga, gera læti niðri. Og virkur að molla út Spike. Gamla góða doppelsúmi líka sko. Já. Hundsi komið tætt og þá er þetta komið bak og það er ofvirkur sem fellur. Tímasetningin hræðileg fyrir ofvirk. Dóm hefur betur en Kraken svarar hæl. 2 eftir núna hjá Ármanni. Gutti og Kraken á móti solo. Og það er Gutti sem er að halda vendinu. Hann er no armor. En hér hann bara einfallega drepa inn hann solo. Einfalt og það er þetta fyrir Gutta no armor. Ég skil það ekki alveg. Já, bara svona rúla Gutti bara. 9 úrst í rannsóknum. Það er ekki armorstofur. Þarna kaupir hann. Já, þetta er Ármann að gera allt rétt hér. Búinn að vinna 4 röð eftir að Saga vinna pistol. Og næstu 2 ránd þar á eftir. Police Wonder á PP Bison. Hérna á Andrea. Þetta Bison er geitin í leiknum, Tommy. Gerir ekkert damage, en það eru öll heimsins skot í henni. Það er reyndar, sko, gerir ágæti skaða á no armor, en það eru 2 með armor á það, sko. Það er náttúrulega málið. Police Wonder þarf að hitta á alla leikmennina sem eru ekki með armor til að geta fellt á. Hann er að fá svo mikið pláss hérna. Hann er komin upp í heaven. Og hann þarf ekki að reloada næstu árin á þessari byssu. Hann er búinn að finna 2 á Bisoninum. Ekki ennþá byrjar að reloada. Tætt. Síðan þetta finnur inn jús 1. Hundsi svarar leið. Police Wonder komin í baka á ADHD og ADHD hefur einfallega betur. 7 skot á móti 52. Já, eitthvað svo leiðs. Ég tek 7 skot, takk. Já, ég tek 7 skotin í deglunni allan daginn. Það er bara nákvæmlega neitt. Já. 7-4 Ármann halda sigur göngu sinni áfram hérna termegin og eins og við töluðum hérna fyrst í útsendingunni. Þetta er bara þeirra mapp. Já, Ármanni líður rosalega vel í núkinu sem er í Iowa eða Idaho eða eitthvað í fylkjunum. Það stela? Já. Mér finnst þetta bara svo iconic lína. Ég varð að koma með hann aftur. Það er hér ADHD útismókar og núna faraði niður með þeim. Grenan virkar ekki. Mikið hélt hann að hann væri aðeins grinnri og hann myndi fá eitthvað hann í gegn. Algjörlega ofvirkur kominn alveg niður. Police Wonder droppar í vendið. Hann á vendið alveg og mollar það út. Dóm, hann er í vesinni. Vita af Dóm, þeir eru í algjöru vesinni. Mollar nú þarf að taka fætinn nærnátt. Einum ADHD með Kraken og þá eru 3. Það er búið að inni króa þarna. Hundsi klóra tilbaka hæl. Búinn að finna tætt og solo. Getur farið í vendið. Gerir rándið virkilega geranlegt fyrir Ármann. Láta heyri í sér ennþá í doppul, sörka, halda vendinu hér. Sér hann ofvirk var í vendið. Og ADHD komið hundsa, þetta var leikmærin inni og þeir ætla að rössa upp vendið. Þetta er ADHD kominn. Nei. Bakkar inn í lobby aftast í reyti og núna Gutti að klíra gula. Bomban á bækina honum fer niður hér fyrir heaven. Erfitt retake, ADHD með vappa í lobby og Dóm í vendi. Ekki bestu stöður í heimi og virkur. Finnur Dóm og þá er ADHD 1 eftir 19 HP og honum vappin uppáhaldsvopnið allavega. En Kit liggur beint fyrir framan hann í stálinu. Pikkar það væntalega upp og reynir í þetta eða hvað. Það má ekki
blása á hann, þá var hann felldur. Og Gutti sér við hann og þarna 8-4 Ármann. Þetta bara Ármann sjó hinga til. Saga byrjaði þetta sterkt, taka 3 fyrstu rándin og einungis 1 ránd síðan þá. Taktu samt eftir því að Solo og Tide sitja á 4 fröggum hvor. Já, á meðan hinir að performa. Já, þetta ekki besti hlutur í heimi. Tide og Solo, þetta gaurinn sem eiga að vera þokkalega miklir rifles. En líka bara að fá tækifæri. Tide að spila inni, þeir eru búin að vera eitthvað inni. Já, Solo búin að vera mest inni, hann búin að vera inni þegar Ármann að koma, henda út í smókunum og fara leit inn, þá Solo upp á gul. Já. Sem svo sem ekki best að þetta hér. Það bara sést þarna, sést í ökla, í nýjaskélina. Hundsi. Sjáu þetta? Hvað Hundsi, horfðu á skjáin, sett á í gleraugun linsunar eitthvað, please. Þetta Hundsi. Nei, hann grunna þetta alls ekki. Hvað gengur á Hundsi, störfblindur en ekki á flassi. Og núna það bara Dóm og Sörk 2 eftir. Var hann ekki að sjá hana það? Ég bara á ekki orð. Það þarf að fá sér 32 tómi skjá eða 55 tómi, það þarf eitthvað að breyta til að hann sjáu mannin beint fyrir framan hann. Já, flatskjá. Það bara beint úr Elko, takk. Já, það nefnilega málið. Sörknar einum hann á diglunni, ofvirkur í rífrækinu, ofvirkur á eldi 12 frögg á honum, en ég meina það jaft ADHD, vapparnir að skila sínu hérna. Algjörlega, og Hundsi ekki langt á eftir, hann með 12 líka. Lengi lifir í gömlu mæðum. Já, það allir jafnir Ármannsmegin, 12-12, 9-9-9. Gæti verið skemmtilegt tímanúmer. 12-12-12-9-9-9. Já, 12-12, já, einhvað það á þeirra. Taxi. Hvað þetta morgi? Kennitala. Það beint inn, það eru grensutalar sem mæta þeim og þeir eru lágir eftir þetta. Æða inn á gólfið, Tide með 2. Já, ADHD að svara. Hundsi og Ofvirk búin að finna 2, 1, 3. Bræðir eftir lifa, þeir að fara niður. Þessi grensa. Það maður í venti og það Sörk, hann finnur báða hér. Skellið hlægjandi í ventinu. Sörk, Alistair, Kristinn. Randall. Skemmtileg nafn. Já. Flóttistrákur. En 9-5, það ekki rosalega mikið flott við það CT-sætið hjá Sögu. Þurfa að bæta hérna í verða að fá hérna seinasta rándið. Bara must win ránd fyrir Sögu. Sjáum það, Gutti, hann neðstur Ármannsmegin. Solo og Tide mjög svipaðir Sögumegin. Sjáum samt að Police Wonder með 1321 í damage. Já. Samt bara með 9 frögg. Hann klálega að skila þessu endurhlutverkinu sínu. Algjörlega, gerir mikinn skaða á leiðin inn og þetta kannski það sem hann hefur verið að bíða eftir alla sína ævi í CS. Að við sjáum damage? Já, ég hugsa það. Það gæti vel verið. Því að hann ekki káti kóngurinn í neinu liði þar sem hann entri. Það bara mjög erfitt að vera það. Já. Það verður að segjast. En þetta hellingsskaði, bara langmesti skaðin á serverinn eins og staðan er núna. Já. Droppað örlítið niður hérna þegar þeir fara yfir í CT-sætið, en hann búinn að gera sitt termiðin allavega. Útismókar, það flassirna og Gutti fær aðeins að leika sér. Algjörlega vantar einn, já, mollaðir smókin. Hann meira að segja ekki með smókarna hann Gutti, þannig að hann smá vesinni. Gutti í hellingsvesinni, bara með 2 smóku úti af 3. Vá, Ofvirkur næstu því búinn að hitta þessu skoti í enn smókin. Smóbrískur, þeir að leifa bara Ofvirk aðeins að finna eitthvað hérna. Algjörlega, vappiðin heitur, þá leifur hann bara að leita. Það bara svoleiðis. Ofvirkur, hann bæði heitur og á skotskónum. 13 kill á sínu nafni. Þeir að labba út, eiga 2 smóka á Hundsa akkurát núna. Enda væntanlega. Já. Crossmókar úti, close. Einn í þessu hinn hjá Kenny. Gutti fær plássi hér en ekki það gott. Sörk sér allt. Hundsi í vesinni hér úti og Solo búinn að finna og allt í einu bara 2 eftir, 1 eftir, enginn eftir.
Engin einn og sörkarna á skotskónum. Gerir ákaflega vel til að loka þessu 9-6 og þetta er nákvæmlega sem ég kallaði eftir. Saga þurftu þetta seinasta ránd í fyrri hálfleik til að spila sig örlítið meira inn. Núna erum við að tala pistol. Algjörlega mikilvægt pistol. Saga vinna pistol í City. Spurning hvort að Ármann geti gert hið sama hér. Glokkunar virkilega sterkar Sörkver P250 í hendunar. Já, Sörk situr á 15 frökkum núna. Hann stóð sér ákaflega vel í senastu 2 rándunum og er komin upp fyrir ADHD. Algjörlega, við höfum séð þetta svo oft áður. Sörk með P250 í höndunum og Armor á bringunni og hann... Wow! Þetta er algjörlega rústun hana. Aflífaði Polish Wonder í íþrótta eins og hann hefur gert margoft áður. Já, það er bara... Í núkdeildinni. Krakken nær ekki að búa til neitt með þessum dual barretta skutti eins og hann er að klóri bakkar að það með ADHD. Og virkur á efri hér. Ösby höndunum búin að finna einn, finnur hann annan. Það gerir hann! Og allt í einu. Nei, solo, nær einu tilbaka. Núna 1-2 og Gutti nær honum út. Þetta leit svo vel út en það er ofvirkur sem að nær að klóra þetta tilbaka fyrir Ármann. Algjörlega mikilvægt fyrir Ármann að vinna pistóli hér. En til að klára þetta fljótt og auðveldlega, þeir vilja gera það, þeir vilja hafa rándi fyrir sín megin. Já, það er bara klálega það sem þeir eru að spila upp á akkurat núna. Gaman að sjá hvað Saga gera hér, þeir eru með 700 smóka. Vaðinn á gólfið með alla smóka í heiminum og í bæk. Hvað gengur á? Kaupa 4 smóka, henda einungis einum. Gutti og Dóm er að taka fætinn, Dóm hefur betur. Komin út en það er ADHD niðri með bombplantið. Það er hann einu singul, já, gerir það. ADHD fyrir ekki lúmskur. Sníkla sér inn í singul, lappar núna í bakið á manninum í double. Það er væntanlega Polish Wonder. Krakken honum í hlið. Lokaði með þess að hurðin á eftir sér opnar beint hausaður og þar með Sagan öll eru á bombunni og 11. rándið komið í höfn fyrir Ármann. Algjörlega, Krakken algjörlega tilbúin í púsið frá double þar sem hefur voru nýbúin að smóka út single. Þannig að það var auðvelt ránd fyrir Ármann. En 11-6 tómið, þetta er búið að vera frekar auðvelduleikur fyrir Ármann. Búið að vera mótstaða hjá Sögu, bara einfallega ekki nægilega mikil og ákveðni leikmenn sem eru ekki búin að bara sína mikið. Já, mögulega eyðilaði æfingar fyrir tætt. Mögulega. Sittur á 6 kilum. Það er ekki æskilegt ofvirkur að skjóta 20 skotum hér í enn smókin og mollar hér. Og skrenan í frábæri tætt býst við þessu. Breiðan í gegn, þeir eru hins vegar þeir lágir. Krakken mollar sjálfan sig. Já, hann nefndi ekki að standa í þessu. Þolir ekki að vera á B-sætinu. Með autoshotgun. Dóm búin að finna Gutta og Polish Wonder svara strax en hann er felldur líka. Það voru bara hundseitt eftir hann er í vippað með Famas. Hann er ekki í vippað lengur. Nei, nákvæmlega og það er fyrsta rándið í þessum seinni hálfleik. Þetta Force heldur betur skilaði sínu og það var á bakinu á Famusum. Algjörlega. Nei, Galilum. Galileo. Galil orðin virkilega góð í síðast 5. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Ég veit ekki hverju þau breyttu en ég get alveg riðust með að það er Galil yfir AK. Minnst hún það góð. Auka 5 skot. Já. Ódýrari. Þannig að skítur hraðar. Gerir minni skaða. Já, við horfum ekkert á skaða. Við horfum á hvað getur skotið hratt. Við vorum að tala það, hvað Polish Wonder elskar skaðan og... Já, það er bara Polish Wonder. En ég meina klálega, ef þú átt ekki pening fyrir AK og fullu belti, klárlega eitthvað sem þú getur skoðað. Já, ég bara hygglust. Ef þú nær planti í fyrsta rándi sem Terri en tapar rándinu þá kaupir þér Galil og Stórn Armor. Hygglust, alltaf. Allavega í MR15. Já, bara MR12 líka. Já, það gæti verið vægabúl. Já, fyrir þá sem ekki vita, MR12 og MR15. MR15 er 15 ránd í, já, sikkur sætinu.
Geta verið 30 ránd. MR12 það sem að CS2 að nota og býtum við. Það eitthvað að gera svona í þessu rándi. Hvað að gerast hér? Gutti búinn að vinna á dóm. Bomban að arka hérna úti. Tæt með hann á bakinu. Hann gæti verið í vesinni hérna. Svo sannarlega þarna ofvirkur P250 í höndunum. Tæt sér hann. Snýr sig við á hárréttu augnabliki. Spottuðu bombuna en þeir eru 3 inni. 3 inni, tilbúinir í þetta. ATH fyrir niðurstegan og hér Sörk að loka á vendið. Hann að Sörk! Hann að eiga stórleik, strákurinn! Sörk að stimpla sinn með hörku 21 kill á bakinu og siglir 8. rándin í hús fyrir sögu. Hann að gera þetta einn að leik. Algjörlega. Þetta var ATH sem var að halda CT-megin fyrirgeðu. Og það Sörk sem að koma inn hérna í seinni hálfleik og að búa til ránd fyrir þá. 11-8 samt ennþá staðan. Sörk allt í öllu hér fyrir sögu. En Ármann, við getum aldrei skrifað á blaðinu. Aldrei. Aldrei. Það er svo mikið segla og þrautsegja í þessu liði. Algjörlega. Og þeir eru með deglur pislur hér úti. 5-7 hjá Pólus Wonder. Hann er búinn að pússa smókinn bak við rauða hér. Hér á 2! Nær 2! Þessi 5-7 svo ótrúlega góð og þá þurfa að bregðast við og þeir ætla að pússa rampinn og hver ætla að koma þar í backupið. Enginn kemur í backupið í hell en það er maður niðri, það er Kraken, hann er með Nóvu, finnur ekkert með henni. Skjafar til að tala, gott spreið þarna fyrir að ná samt bombunni niður. Það er aldrei vesen þegar þessi smókar eftir að feita. Algjört vesen, Pólus Wonder kemur sér bara í enn meira vesen, smókurinn í 20 sekundur í þessu leik, gleymið því ekki, hann var í 15 sekundur í CSGO ef með minni rétt. Það er bara nákvæmlega þannig. 20 sekundur, það er helvíti langur tími, Tommy. Pólus Wonder ennþá smókaðar út og þeirra bombu. Og Pólus Wonder finnur dóm og gerir þetta aðeins auðveldari. Sörk þarf að finna frakkjana. Finnur það heldur betur, 9. rándið komið í hús fyrir sögu. Búinn að spila sig upp í algjört hot þarna en á að skjóta sig úr því. Algjörlega mátti engu muna að þetta hefði verið Ármannsson. En allt kom fyrir ekki. Saga klára þetta. Sörk að eiga gríðarlega góðan leik hér. Nú ofvirkur komin á vappan. Það er vappi á ATH. Hvar ætlum við fáum dúel? Já, ég vona það innilega. Svo innilega ATH hleypur út með vappan. Hvar er ofvirkur? Hann er ekki úti, hann er á rampinu, gerir ég ráð fyrir. Smókar kíkir aðeins undan smókunum. Ofvirkur, hann er að hlaupa double. Hann hlýtur að vita þessu. Double scope. Double scope hér, hittir ekki neitt nema vegginn. Grenan hins vegar næstu því góð. Klikkar á 2 skopum. Klikkar á, næri ekki eins og þriðja sóló með hann og þetta einfallega gengur ekki vel. En það er Kraken kominn, nær 3, grípur í P250. Kraken að gera það ránd mögulegt fyrir Ármann hér. 3 kill upp úr engu. Ótrúlega vel spilað hjá Varg og, Kraken fyrirgefi. Ármann. Vá, hann gerði þetta svo vel inn í kontról. Vá, að ná 3. líka. Hann hafði tótal 3 skot í klippunni. Algjörlega og þetta er lygilega erfitt engul til að drepa ykkur ný. Hún sér bara rétt í ennið á honum og ekkert mikið meira það. En það er gott að mæta manni með hátt ennið þá. Svo sannarlega. Og þarna voru 3 leikmenn sögu með stærstu ennið sem að sögu fara af. Í Íslands sögunni jafnvel. Já, sjátt á þetta hátt enni. Hátt enni. Það er bara hannig. Tactical timeout hins vegar tekið af Ármanni og já, þeir einfallega þurfa það. Þetta var aðeins of tæft þarna. Það þurfti hetjut á þeir frá Kraken þarna. Algjörlega, ég hugsa að þetta sé meira að láta sögu sitja aðeins í sárum sínum eftir þetta ránd. Gæti verið. En hér förum við á stað. Það er ránd nummer 22, staðan 12-9. Það er mjótt á munum. Virkilega mjótt á munum. Það er ekki mikið að fara úrskeiðis fyrir Ármann til að Saga sé bara búin að jafna leikinn. Pólus Wonder til að vippa hann hér, úti smókar.
Alveg öllu eitt þarna og Sörk fallinn. Það besti leikmaðurinn þeirra í þessum leik. Ofvirkur grensar sóló en Dom alveg gjörsamlega rústar ofvirkarna. Algjörlega að setja saman 2 leikmenn sögu til að finna annan Sörk. Hann á 23 killum langt yfir liðsmönnum sínum og hér eru Ármannsstrákarnir, þeir eru 3 á rampinum. Nei, 2 á rampinu fyrirgeðu. ADHD einfallega verður að finna eitthvað til það. Já, liggur allt á herðum ADHD, hann verður að finna kill hér eins og þú segir. Einn úti, vappi í höndunum, hvað getur það gert? Hún að klíra lobbyið. Algjörlega Dom og Tætar að labba secret hér, sér Póli Svondir í ADHD. ADHD gerir ekki, sér hann ekki í löppinu þarna. Nú spyrir. Hann hlýtur að sé hann radar 100%. Hér ADHD kíkir, finnur Póli Svondir, þá eru 2 menn eftir hjá Sögu. Hann spæk, það Hundsi og Gutti, hann ADHD þarna út. Dom kemur út, finnur Hundsa. Þetta þetta Dom-rándið? Búinn að vera arfaslakur enn sem komið sér mannin hér, Gutti á móti Dom. Dom nær að koma sér bak við Silo, finnur krakkinn hér eða hvað gerir það ekki? Brey og hann lár, hann á 11 HP eftir þetta Jón. Ótrúlegt krakkinn, hvernig hann lifir þetta af. Ég var döðu 10 sinnum ef ég hefði komið í þetta engul her á hreinu. Það bara nákvæmlega þannig. Dom virkilega snyrtilega gert hjá honum, næstu því búinn að finna Gutta og næstu því búinn að finna krakkinn. Þetta engum muna, þetta hefði orðið söguránd. 13-9, það staðreind. Allir mjög svipaðir Ármannsmegin núna í killum allavega. 18, 16, 17, 14, 17. Hundsi neðstur Ármannsmegin. Það áhugavert. Tætt, hann ætti bara kannski að taka á sig kastirólið full on því að hann situr bara á 7 killum. Það ekki nóg, alls ekki nóg. Það bara nákvæmlega þannig. Við þurfum meira úr þessum leikmanni. Algjörlega. Póli Svondir nær engum sólónar endri að þetta en það backupið frá krakken. Þeir eru bara að finna hausa hér. Vatni komið backup. Og það allt í vesinni, ofvirkur, hann í bullandi vesinni, finnur ekki skoti hér. Finnur að næsta gerir það ekki. Þeir eru komni niður rampinn, sögustrákar með bombu á bækinu. Smóka át single, brjóta klukka og að bakka upp aftur. Þeir eru free-run. Hér, Hundsi spottar þetta allt saman. En hver á gólfinu? ADHD búinn að finna ofvirk, fær vappa, gefins. Það var bara Gutti einn eftir á móti 3. Hvað getur Gutti gert hér? Tómi til að reyna að bjarga þessu rándi. Hann verður að finna ykkur frögg hérna. Það eru komnar byssur í hendurnar að þeim frítt. Vendar átusökun á Hundsa sem liggur ennþá á rampinum. Ætli hann vil ekki bara gera skaða hér á peninginn. Það væri mjög mikið til að ná þessum vappa úr höndunum á Gutti var gefinn svappa hér. En hvað gera Dom og Tætt? Reynar að finna vappan. Það hugsa ég ekki. Dom ætlar að bíða hann alltaf ekki að láta hann deffa hér. Guttin að flýja með að vappa en Saga, hann býr ekki. Hann deyr. Við gleymum því ekki að það búið að stækka bomburadífusinni í núk og það varð Gutta að falli hér. 10. rándi kom í hús. Fyrir Sögu. Það Saga sem að stela þessu rándi einfallega á að vera viðstöðulausir. Að vera viðstöðulausir. Það einfallega það sem við erum búin að sjá hérna í kvöld. Það viðstöðulausir. Já, það Peakers Advantage. Þú kíkir fyrir horn og hefur yfirhöndina. Það getur verið góð. Það hins vegar ekki. Sörk komið niður í secret. Og Ármannsstrákarnir þeir bregðast ekkert við. Hundsi reyndar komið niður. Finnur hann eitthvað hér. Sörk býður bara slakur. Fær Hundsa bara gefins. Missir lítið HP í þokkabót. Þannig að þetta er mjög gott. Og núna þetta gæti að feika að séu fleiri þetta. Nei, Póli Svondir, hann er búinn að pússa þetta. Pússi úti og hann er með allt info í heiminum. Hann er með 5-7. Jón, hann er með 5-7. Muna 5-7. Please.
Kontról, þar þess ekki. Það það fyrsta pick-up ákváðun, gerir vel nær Dom en ekki þriðja. Og þá Kraken einn eftir. Hann með P2000 í höndunum, Solo situr á 25 HP, Tide á 4 HP, þetta er ógeralegt. Tommy Kraken. Þetta var rosalega tæft. Hvað á seiði? Ég skil ekkert og Kraken eru líka heldur. Flössin Dynja, hann veit ekkert hvað þeir eru lágir, vissi ekki að hann var búinn að hausa leikmannin á sætinu. Á ekki orð, súsin rifin upp. Þetta er ótrúlegt ránd. Margur. P2000 aftur kominu upp, hann er miklu hættulegri með það. Það er það fyrsta, en Solo klára þetta. En það er Saga enn og aftur sem stela rándi. Ég á ekki orði yfir þessi rándi, ég er að tárast hérna. Og Margur spreyjaði 30 skotum áður hann kom fyrir hornið og finnur engan. Ég held að hann væri að fara miklu hraðar, sko. Já. Skulum ekki gleyma því að það er skriðþungin á Kraken. Það er helvítis hellingsþungi þar, hárrétt. En Saga klóra sér tilbaka inn í leikinn, algjörlega 11 ránd hjá þeim, mótið 13 í Ármanni. HT fær hérna búst upp á aftarikassan, tekkar hvort að Police Wonder sé nokkuð að taka hlaupið í Secret en svo er ekki. Hann ætla bara að spila henni í viðbingunu og gefa þeim dálítið Secreti bara á meðan algjörlega við fáum ekki one-way smoke inn í Secret lengur. One-way smokar heyra sögunni til og spila stílinn hjá Police Wonder og allt öðru sig. Já, hann verður bara að face á, hann er mjög góður í því leika. Algjörlega hér ofvirkur og gefins kill á ATHT og hann er ekki með vappa í höndunum. Þarf ekki vappa ofvirkur. 4 á móti 5 Ármann í góðum stöðum hérna á, eru búin að missa ATHT úr leik. Hins vegar Sörk ennþá á lífi, Dom heldur betur búin að stíga upp líka. Algjörlega. Kraken bakkar það niður, hann þarf að taka bara bakgrunni á stöðu en það er double flash þarna í backupið. Þeir ætla að rappa hérna inni, Tide komið Gutta, Sörk komið Hundsa og þá er sætið inni alveg fallið. Kemur hins vegar í gennum viðbinguna, það er Police Wonder en Sörk sér við honum. Það var bara ofvirkur og Kraken 2 eftir á móti Sörk, Solo og Tide. Þetta geti orðið vesen, Kraken sér við Sörk hér. Allt í núna 2 og 2. Einn í hefn samt, þetta er góð staða hérna. Þetta er nánast, þú getur ekki tapað þessu rándi. Hér, Tide að gera allt rétt, bara lifa hér fyrir aftan. Og með þess að Solo spilar þetta aggressíft, finnur fraggið á ofvirk. 12, 13, 13, 12, hvernig sem þú vilt segja það. En það er Saga sem er búin að spila sinni en leik. Algjörlega og það byrjar alltaf herðunum á Sörk. Situr á 26 kilo núna, hann er algjörlega búinn að spila sögu inn í hérna leik aftur. Heldur betur, þetta var ATHT sem að hélt þeim inn í þessu lengi vel aðna CT-megin. En Sörk senastu 2 rándin búinn að stígu upp, það hefur ekki mikið sést frá ATHT síðan einmitt í seinni hálfleik. Algjörlega, hann er bara horfinn. Þeir einfaldlega bara þurfa hann ekki. Það er bara svoleiðis ekki þegar Sörk er að hitta öllum skotum og vaskinu sem hann er með í höndunum. Já. Police Wonder hér 5-7 gerir ekkert með því. Skiptir bara engu máli hvaða vopn Sörka með í höndunum. Nei. En þetta er ákaflega erfitt vopn að munda hana í long range. Sér setja hann virkilega erfið. Hér Markurinn. Nákvæmlega, ekki nákvæmlega sama stað og náði Hundsa en nokkuð einn bara beið eftir að Pussy kæmi í Secret. Algjörlega og Tide. Hann er silkislakur bara på þaki. Aldrei verið betri. Ný, svo sem að halda lobbyinu. Ármannstrákanir gætu faktískt séð lobbyið og Saga veit ekkert af því þótt ef þau myndu eiga það. Hér labba inn í lobbyið aftur sögumenn. Eitt leikmann úti, það er einn niður í Secretinu, 2 niður í Secret núna. En ætlaði að veika niðri. Hljóta að fá rótit hér eða hvað. Ekkert ennþá. Lítið sem ekkert, þeir að fá ofvirk eins og að niður í hellið. Nei, ekki búin að spón. Hún líst ekkert á blikuna, hann ætla bara að lifa á spóni, takk. Og skilur Hundsa og Gutta eftir í súpunni, þeir eru 2 inni og Gutti! En nær ekki reloadinu, reloadið alveg ótrúlega lengi.
á síðasetunni. Reloadið tekur heilt hlaupár á síðasetunni. En það sem þessi byssa er góð í Sortren, það er ótrúlegt. Já, svo lengi sem þú spreyjar í júrinni, ef þú skýtur í 2 skotum, þá er það góð. En 13-13 sjón, það er allt jafnt hérna. Allt í járnum, Saga alveg búið að spila sig inn í hérna leik aftur City holdið hjá Ármanni, ekki alveg að gera sig á móti sókn Sögu. Búin að vera heldur betur beittari hér í terrinu, Sögumenn. Eru Saga að fara að taka uppsett hérna, comeback, endur koma. Það geti... Hatti búin að svindla sinni viðbygginguna. Það geti verið risastórt hér. Þeir eru konið með 2 inni, Hundsi, 1 eftir. Pólis Vondur eins og út í íþrótta, Hundsi, hann verður að vera stór hér. Hann heyrir í þessu öllu, hann inn í gula, hann silkislakur þar, býður átekta. Sörk býst þeir, nei, hvað á sér stað hér? Það eru menn fyrir aftan alla menn. Hundsi er ennþá inni. Hundsi 1 á móti 2, Sörk og Tæt hinum megin. Bomban ekki komið niður ennþá, smókurinn góður, lokar alveg á vippan. Þetta setur Tæt í óþægilega stöðu á sætinu. Grenan, Tommy! Nær bomburinn niður og nær ekki að fella Tæt. Hann á 2 í líf. 14-13 fyrir Sögu. Þeir eru að koma tilbaka hérna heldur betur og þeir eru að senda Ármann í mögulegt fors, kannski spar, hver veit? Þetta þeir glimtu hugmyndinni að Ármann að þeir spari, glimtu því, þeir forsa og rúmlega það 4. Já. Famasar. Já, það er ekki æskileg staða, en ég veit að Kraken fyrirgefið, hann vill spila Famasinn oft yfir M4 allavega í CSGO, sennilega líður hann enn betur núna, sér þannig að mann komið fram hjá Kraken, hann er í vesunni. Það er fyrsta, nær ölliti að bakka, nær öðrum, hann er svo góður í þessum stöðum, en það er annar hann niður í kallana, ofvirkur, fellur. Sörk sér hann, ég er ekki viss ofvirkur hafi séð hann, það er mjög ólíklegt. Hundsi allt í einu komin í glugga niður í Dóm og Sörk 2 eftir. Hundsi í frábæri stöðu til að taka á móti sér, sér einn mann, það er ekkert damage og hann er felldur. Það voru Pólis Vondur og Gutti 2 eftir. Einnig Singu lætur vita að sér Molli og smókur í tíð, góð grensa líka, Gutti. Hann er með þess að lár. Jútilið alveg upp á 10 hjá Sögumenn hér, Gutti komin yfir í double, hvað gerir hann? Bomban ekki ennþá komin niður. Kemur ekki óvart þegar opna bara Singu og fara upp með bombuna, það gæti verið rosalegt play. Það gera þær ekki, Gutti lifir í double en þá opnar hurna hér væntalega, gera það ekki, býður silkislakur. Hjartað á milljón. Sá hann til ténu, hann skipti byssu. Dóm plantar bombunni hér, gæti verið vesen. Gutti opnar hurðina, forsar Dóm að plantinu, þeir vita báður leikmönnum. 33 segundur, hann sér hann ekki. Sér hann ekki þarna, hann fyrir svo slæmustöðum. Pólis Vondur nær Dóm niður, Sörk 1 eftir. Stjörnuleikmaðurinn, hann er lár. Sörk verður hann að hitta skotunum. Gutti, hann þarf ekki svona að vera með í þessum fætum. Það er bara Pólis Vondur. Dregur eitthvað kraftaverk út úr rassinum á sér. Hlaut að koma að því Ármann loksins að vinna round hér. 14-14. Mikið var, segi ég nú bara. 14-14 og peningur, það er nóg til á honum að söguleikmönnum. Þetta eru 5 terround í röð. Völdun hjá Sögu. Og loksins náður að berja tilbaka. Já, hlaut að koma að því Ármann strákanir klóra sig inn í hérna leik aftur. Þvílíkur leikur, Jón. Eru að fara í fyrsta overtime hér? Það er aldrei að vita. Það geti vel verið. En ADHD á vappanum úti. Núna fer hann sér leikmanninn. Þeir geta bara að hönda hann núna. Nær að bakka niður, mollan er virkilega... Þessar grendur þetta! Gómsætt! Já, Sögu! Pólis Vondur, hann er sattur eftir þessa grenur. Hann er svo sattur og hann sprakk. Rúmlega það. Og núna einu manni yfir. Þeir að leita, en það er ADHD sem að finnur. Hvað gengur á? Það er alltaf falla Sögumegin hér. Bræðunir 2 feldir. Einn með grenum, hinn með vappa.
Það geta þið bara hægt og rólega gert bara nákvæmlega það sem þið vilja. Eitt smókur þetta fyrir viðbingu og þið geta bara labbað og fundið fröggin. Geta gert bara nákvæmlega það sem við vilja sögumenn, en við skulum aldrei afskrifa þennan mann með autoshotgun í vippa fyrir hann í genn smókin. Hvað gerir hann? Ef hann finnur tímasendingu, Jón, það væri algjörlega klikkað. Hann fer hér í gegn, finnur ADHD og þetta er á 3-3. Hvað gengur á í þessu rándi, Tommy? Bakkar hann í smókin, þeir eru í góðum stöðum, en það er búið að einangra á þarna. Þetta minnir mig ekki eðlilega mikið á Bjarna klötsið upp í heaven, 1-4. Ná að spreyja þarna örlítið í krakken, en sama skapi þá er niðri opið. Þeir ná að bakka. Þeir eru síns vegar komin hérna niður í single, það er Hundsi. Þeir eru ekki með smók til að loka á þetta. Þeir verða einfallega að koma bombunni þetta niður. Sjáðu tíman, Jón! Algjörlega 15 sekundur and counting. 13, 12, bomba á leiðin niður, komin niður, gott sem. Hundsi. Lopnuð fætinn, hann er tekinn, Hundsi hins vegar. Hann er að lifa, krakken, hann er komið 1, Sörk nær tilbaka, 2-2, Gutti 1 núna! Gutti, hann lifir nær hauskotið það! Sörk, 1 eftir, 23 HP! Hvað gerist hér? Finnur skotið, Gutti hetjan! 15. rándi fyrir Ármann! Gutti, nýji leikmaðurinn í Ármann, hann er að sigla sigrinu mögulega fyrir Ármann hér. 15. rándi komið í hús og Saga, þeir eru vandræðum hér, peningurinn ekki góður. Algjörlega ótrúlegu leikur! Við erum að fara. Hvað sem þessu liður að bjóða upp á hérna? Þetta er ótrúlegt, 15-14, peningurinn hræðilegur hjá Sögu. Ég þarf bara að fara. Ná 2 opnunum og bara labba og láta bara taka sig í bakið, eitthvað kíkir úr heaven, nær fraggi, sloppy hjá Sögu. Og hér eru bara söguleikmenn að keyra inn þá að klára þetta. Það voru grenunar, það eru alveg geggjaðar. Smókaðir út, núna er 3. Sigur líkur að fara dvínandi ADHD, fer niður ventið með bombu á bakkinu. Gæti gert eitthvað hér eða hvað? Domnar einum tilbaka, en þetta er bara sárabætur. ADHD og Dom þurfa að púsla saman einhverju stórfinglu hérna og meira segja Pólis Wonder búin að reikna þetta út. Skák og mát, segir Pólis Wonder og á reilinu í Secret. ADHD býður. Hann hefur mínútu og 10 sektómi til að gera eitthvað ótrúlegt. Það er allavega skák, en núna kemur mátið og þar höfum við það. Pólis Wonder að vinna fyrir kaupinu sinni þarna 16-14. Því líkur siglu sigur hjá Ármann. Algjörlega Gutti, nýji strákurinn, new kid on the block. Það er Gutti og Pólis Wonder sem að púsla saman erfiðu rándunum, Jón. Ég þarf bara að huglega eftir þetta, ég er bara... Við vorum að tala um það að þessi strákar, þeir voru algjörlega teknir á taugum í fyrstu leikinum. Algjörlega. Koma síðan tilbaka í þessum leik og bara sína þvílíkt stoic presence. Þeir voru örugglega skjálfandi í beinunum í þessu rándum samt. Algjörlega, ég hefði verið til í að heyra fagnaðarlætin þegar Gutti vann þetta ránd. Guð minn almáttur. En alvöru spilari þarna, Jón, hver er MVP-in? Það er svo erfitt að segja þetta, ekki á Sörk. Hann tapaði. Já. Þú mátt það? Nei, ekki að ræða það. Þá set ég honorable mention á Sörk. Já, ofvirkur fyrir mína parta. Hann var rosalega aktífur hjá Ármanni. Ánægði með hann. Nei, ég dreifði þetta tilbaka. Dreifði tilbaka, ok. Pólis Wonder. Pólis Wonder með fyrsta MVP-ið í þessari deild allavega. Já, mér fannst hann vera að gera mikið betri hluti en hann gerði í CSGO. Mér finnst að vera meira svona proaktífur, meira að hitta sínu skotum. Leiðum hann byrja að taka fætana, ekki félag sig á baki smoke. Þá fær hann að skína. Damage er allt hans megin í terrhlutanum. Með 13.000 damage. Næsti maður fyrir aftan með 1200 fyrir geðu. Hann með 1300. Pólis Wonder. Algjört kraftaverk. Kraftaverk. Það þarf ekki tryggjudisciplin þegar maður er jafngóður. Það er bara það. Það kann það ekki, það skiptir engu máli. Það er allan að frábær leikur sem við vorum að klára hérna, Ármann Saga. Ef við sáum hann ekki, spólið tilbaka og horfið, þetta var dásamlegt. En það er ennþá einn leikur eftir, það er Tension IBF, ekki fara langt.
Verið hjartanlega velkomin í nýja þáttaröð af spurningaþættinum Viss. Það var líka svo epískt svar við svona epískum spurning. Ég veit þetta vegna þess að ég horfði á gamla filmumynd. Og flottur og fram, alltaf opinn að bakinu. Jöfnir erum við góð! Lyfti mér upp! Fylgist með endurnýjun og fæðingu hinna ýmsu rýma í höndunum á Ragnari og Hönnustínu. Þetta fullkomið útsýni en íbúðin ekki eins fullkomin innan. En við ætlum að laga það. En eftir 2 ár ég búinn að halda 0 partí, 0 matarboð, eiginlega bara iðnaðarmenn sem hafa komið í heimsókn. Eina sem ég vil bara nýtt eldhús helst í gær. Og að það verður að passa við gullna drottninguna hérna. Og það svo mikið til að flottu og geggjum efnum núna að það eiginlega bara mjög erfitt að ákveða sig. Og kannski hafa þetta svolítið svona spalegt, því að þetta verður ekki bara, þú veist, herbergi fyrir hjónaherbergi, þetta beint út í pottinn líka. Það var gaman að við vorum í vandræði með innganginn og þú komst með þetta skotum að gera hann að boga. Já, nú sérst bogatímabilið mitt. Við erum bara hérna úti í miðri ferðamanna á. Svo þessi veggur hérna, ykkur veggmynd eða kannski fá listmálara til þess að gera eitthvað eða... Stjörnubjartur himinin með sats, flísar. Blönduntakið svona allt komið til álfa. Já, það verður að hrynja flísar. Ekki missa af Bættum betur á sunnudögum á Stöð 2. Signore borgarstjóri, með þessum turni geri ég Písa heimsfræga og þig líka. Æ, slíki turnar eru þegar til í Róm, Feneyjum og Flórens. En þessi verður sívalur. Æ, ég veit ekki. Kannski hjálpar Red Bull þér að taka annan snúning á þessu. Nú veit ég. Við gerum þetta auðvitað svona. Perfetto. Red Bull veitir vængi. After we aired on Shark Tank, we grew to over 500 women. If you're gonna dream, let's dream big, baby. When you have a big dream, seize that moment because dreams really do come true. It's worthless! Kevin! He's an animal. I'm the only shark that tells the truth! This is a once-in-a-lifetime opportunity to make an impact on the health of billions of people. We want to change the world. You could be anything you want to be. You can set this world on fire. Taktu leikjaupplifunina á hærra stig. Þú finnur tölvuskjáinn í Elko. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Góða kvöldið, velkomin aftur, ljósleiðaradeildin heilsar. Við vorum að horfa á gjörsamlega sturlaðan leik á milli Ármanns og Sögu, en þið þurfa að þurrka svitaperlunar af enninu akkurat núna því að það er bara rakleysi næsta leik. Það er Tension á móti IPVF. Við skulum byrja á liði Tension. Heldur betur Tension, þeir eru að koma af stóru tapitómi. Já. Pressi, Blikk, Rex, ISO og Dest í því liði og þetta eru margir leikmenn sem við höfum ekkert endilega séð áður. Pressi eitthvað smá, við sáum náttúrulega Blikk á senast tímabili með Atlantic, Rex, ISO og Dest, svona new kids on the block. Algjörlega. Tveir erlendir leikmenn líka. Tveir erlendir, ISO og Dest, spennandi leikmenn. Já. Virkilega spennandi leikmenn. Gaman líka hvað íslenska senan hefur tekið þessum erlendu leikmennum bara opnum örmum og náttúrulega sjálfsögðu bara með tilkomu CS2 svona örlítið annað setup núna og svo framvegis þannig að þessir erlendu leikmenn líka fá aðeins meira að skína. Algjörlega, algjörlega. Og þessi tveir leikmenn hafa svo sannarlega fengið að skína. ISO og Dest eru að sína sig vel hér í deildinni. Já. En menninni þrír hérna til vinstri, Rex, Blikk og Pressi, þeir hafa fengið að skína og rúmlega það. Já. En já, hver er toppmaðurinn minn? Ég ætla að henda þið bara alveg, ég ætla að henda þið kallt út í Ég er að fara að dræja inn í þetta. Já.
Rex? Nei, það var endar Ísu þessu sinni. Já. Ég var eitthvað rosalega hrifinn á hann í senasta leik sem ég sá á móti Blikum, þar sem hann var að eiga gríðalega góða leiki. Hann með frábært HLTV rating sem og það er bara fínt með að þeir eru búin að tapa stórum leik á móti Blikum í senastu umferð. Þrátt fyrir það þá sá ég bjarta punkta frá honum og bara búin að vera að standa sig mjög vel. Algjörlega. Ég veit ekki nákvæmlega hvaða possu Ísu var að spila en hann er búin að vera að standa sig virkilega vel. Það var í Ancient og mér minnir hann hafi verið að spila í mid. Svoleiðis. Já. En við ætlum að kíkja á... Við ætlum að kíkja á Tension. Já. Nei. Hvað? IBF. IBF. Held ég. Við erum alveg að spóla yfir okkur hér. Já, Syntax, Shine, Pat, Big C og sko... Þeir eru, ég ætla ekki að kalla í einhverju svaka vesinni, þeir eru byrjað að spila sig aðeins lengra inn í tímabili og eru búin að vera flotti til dæmis á móti Ármanni nú og það er allt gott og blessað en það er eitt leikmaður sem verður að stíga upp. Já, og hann er í miðunni. Gríðalega fallegi lokkar en hann verður að bakka upp með betri spilastíl. Algjörlega. Einfallega, það eru 2 leikmenn inni á servernum sem að þurfa að performa aðeins betur og það er Pat og ég ætla að setja hitt á E. Já, algjörlega. Restin er að koma tiltrúlega nýjir inn í liðið, Syntax á vappanum allt gott og blessað. Pat, þetta er ofurstjarnæðara sem þeir þurftu í hverjum einasta leik, hefur ekki verið að sína. Nei, alls ekki. Það er spurning, ég keypti af honum mús, það er spurning hvort það sé að há honum eitthvað. Gæti verið. Gæti verið. Hver er toppmaðurinn minn? Pat. Rétt. Eiginlega eina sem ekki kemur til greina hér en við erum konum bara beint í vítóið, Tommy. Já, það er Inferno, Ancient, Overpass, Anubis, Nuke tekið út sem að skilur eftir, Mirage og, hvað sé á, hvað djöfullin er eftir? Inferno, nei, djók. Inferno tekið út. Já. Það er allan að Mirage og Vertigo. Það man enginn eftir Vertigo. Já, mér langar að gleyma það líka. En við erum að finna Mirage. Jón, herru, þú ert í sér flokki núna. Mér líður svo vel í hjartanu, svo vel. Bóndi fekk 2 leiki, ég fæ allavega. Já, það var rosalega Jón fárveikur heima og þarf að horfa á 2 Mirage-leiki bara, hvað ég væri til í að vera að horfa á þetta. Heima með svartadauða. 2 Mirage-leikir, bara svo rýtingur í hjartað. Já, presturinn kom með reykelsið yfir þér og þetta var alveg svakalegt, sko. Ég hef aldrei, ég fekk náttúrulega símtal frá þér þarna og það var alveg eins og ég var að tala við aðra manneski. Það er alveg máli. Þetta voru þokkalega veikindi. Ég ætlaði samt að mæta en ég hljóma bara eins og dauðinn. Þannig að gott að ég mætti ekki en hér er bara pressa hjá IBF þeir koma hérna straujandi út húsið, Tommy. Strauja það, Blik kom 2 hérna undir Balk, komið 3, leitar af fleirum. Blik rífur bara upp hnífinn. Kutan upp, Dest klárar hérna 2, þetta er allt í haus. Það var bara ekkert eðlilega einfalt ránd fyrir Tension. Það klíraði enginn undir. Leikmaðurinn sem var undir sögulega fekk 2 gefins. Blik síðan bara með 3, hann var undir, gott ef ekki. Við erum búin að sjá núna, þetta er senasta leikurinn í 4. umferð. Já. Og Tension eru búin að spila Anubis Ancient, en IBF er búin að spila Vertigo, Mirage og Nuke. Já. Þeir eru með aðeins svona meira öðruvísi mappuletur en hinn möppin. Nei, hinn við. Þetta er, hans hér yfir smók. Býttu nú við. Áhugavert. Og Syntax fær Blik þannig í síðuna, engin smók í tengi og Blik segir já takk, ég til. Big C finnur einn á deglunni. Ég verð að kommenta á eitt, Tommy. Já. Mottan á Big C er eins og glæsilegasta sem ég séð. Þetta er bara geggjumotta og hann pullar hann líka svo frábælega. Ég veit það, mér langar ekki að pulla mottu svona því að þetta er the pinnacle. Já, þetta er bara pinnacle. Of manhood. Pinnacle mannvera, sko. Já. Það verður að segjast. Big C, ég öfunda þig. Og ég meina þetta með öllu hjarta, sko. Já, ég er bara 100% sama sinnis. Því að Mottumars kemur og ég lít út eins og ég ætla ekki að segja. Já, Mottumars kemur hjá honum og hann er bara, þetta er bara eins og venjulegur þriðjudagur og miðvikudagur mér. Já, heldur betur. Blik í draumalandi finnur einn hér á MP9-unni fyrirgefðu.
Já, Deklunni efst í miðunni fær lítið sem ekkert. Finnur með 1 HP eftir. Og næra bakka úr þessu með bombu á bækinu en það bara Blikk tilbúin á terspóni. Pat degla í höndunum 65 HP. Hvað getur hann gert hér? Blikk á spóni. Finnur hausinn á ISO og það Dest með uspuna á lofti sem að klára þetta. Það 3-0 fyrir Tension fremur. Frekar svona hröð ránd sem hafa komið út. Já, gríðarlega hröð ránd og Blikk hann í S-inu sínu 7-1 búinn að finna 7 leikmenn og fella þá og feldur einu sinni hann skellilegandi. Já, það bara nákvæmlega þannig. Hún standa sig líka bara mjög vel. Já, algjörlega ætlar að flassa hér fyrir sint. Nei, gerir það ekki. 2 flöss fljúa þarna að megin fær út í útil. Allavega 1 molla, standard, svo sem þessi smók ætti ekki að virka lengur held ég í síðast tömur eða hvað? Nei, eða þú ættir að sjá bara jafn mikið yfir. Nei, ég held að þú sjá bara ekki neitt yfir. Ég held að smókurinn neðurst í tengi blokki alveg á tengi. Já, gott ef ekki. En þetta er skemmtilegt flass þarna, popflass í miðju, self-popflass. Svona kastaði maður vonvið smókinn í gamla daga. Í gamla daga, já. En við erum á 9 dögum nú. En sjáðu pressi, hann er að fara aftur upp á pallettuna hér. Sér en hefur betur. Þetta er það sem er skemmtilegt við að allir smókar eru jafnir. Algjörlega bíða eftir að smókurinn feiti til að geta mollað þannig. Mollinn kemur á fullkomnu tíma en Dest á enn betri tíma. Dest og ISO skipta á milli sín killi hvor. Big C. Komin upp sjálflega það. Ekki komið neina hjálparna með sér og Dest komin í gott rotate. ISO smókar hann bara út. Það er einokra killið. Fær mildtíðinni ágætis. Grimma til að aðhalda sig. Næstu því búinn að fella Dest hann á sjórstinu. Víst ISO við þessu að gera hann alls ekki. Búinn að finna ISO. Syntax og 2 eftir. 1 eftir. 1 eftir, droppar hann reyður í miðuna. Ekki með bombun á bakinu, 18 sekundur eftir. 1 á P, AK. Og núna var það ekkert. Dest finnur hann Tension að gera sér ágætis mat hérna í miðjunni. Já, heldur betur frekar svona auðvelt enn sem komið en við skulum aldrei afskrifa Shine-lið. Shine heili. Ágætis hugmynd samt hjá IBF að fara í miðjuna. Einfallega voru of lengi á miðjunni. Já, bara aðeins svo lengi stopp á sama stað. Þú kom með rótitið á alveg djúpt á sjálfstíð. Þú kom með tengið alveg nálægt. Annarkvort er þetta að fara að kommitta á eina stöðu og smóka hina eða bara bakka og taka sætt. Algjörlega, núna sjáum við Shine hljóp í miðju, mollaði tengið, strauja síðan yfir á æð og þeir eru að fara að smóka á æðinu. Gömlu góðu aðsmókanir koma hér fljúandi. Geta IBF búið okkur upp á hér. Sjáum við mannin Dest komin í gegnum smókin, finnur ekkert en Blikk hann inn á sæt, finnur 1, finnur 2, finnur að 3, það gerir hann. Rífur í viskuna þarna og Dest með hina 2, gerir þetta stórfenglega þarna inn á A-sætinu í Ninja. Blikk með takta, 3 inn á sæt í virkilega erfiðari stöðu. Og hann bara bætir í, 11-2. Já, algjörlega. Pressi, ISO og Rex leggur þá alla saman. Þeir eru ekki komnir að Blikk. Það er málið. Hún að sækja mikið á A-sætin endar. Það skal viðkennast. Algjörlega. En hvað getur Shine bóðið okkur upp á í in-game lítunni? Hérna er midpostið hjá Tension. Það er allir störblindir í miðunni. En jaft í leikum 3-3. Já, heldur betur. Patnar að loka hana molla hana með smók. Rétt lifir þetta af en feldur hér. Jafnar þetta aftur, Blikk feldur og hér Syntax finnur ISO, hára af Rex, 1 eftir. Rex 1 á móti Syntax núna, hann pussaði í undergroundið. Spurning hvað Rex gerir hér. AK í höndunum, hann er að bakka terspónið. Hrifin af þessar ákvörðun, mjög hrifin af þessar ákvörðun. Fer í húsi, það er áhugavert. Big brain play. Ég gæti trúa að þessi einhverja kvísla í eyrað á hann hvað hann á að gera. Alls ekki. Þetta er bara beint úr herbúðum ungliðastarfsmennar. Vissulega.
En Syntax vappi í höndunum, hann á CT. Droppar það niður, það plant. Klíra hérna alveg djúpt. Syntax hefur betur. Meira sér hausinn. Algjörlega, hann haldi uppi prósentunni, hann vill hafa headshot percentage á vappanum. Já, það skiptir höfumáli. Algjörlega. Þetta eru litlu hlutinni. Við þurfum að hugsa litla hluti. Algjörlega. En IBVF að finna sitt fyrsta rand hér. Termein allavega, hvað eru við sáttir með Termein? Sko, já, 5 gæti alveg sloppið. IBVF 7 rand lágmark á móti Tension. Sen takkar þarna niður í 17 HP. Grena, skemmtileg þarna, Grena smókin í glugga. Þetta var skemmtilegt line-up, lærið þetta. Við spilum með aðeins mikið í glugganum. Rex rosalega aggressífur þarna í B-Apps. Algjörlega, hún dest úr miðjunni í rampin, blikka på sig A-húsið, finnur engan. Patt næstur. Skiptir hann yfir AK-in. Blik fær grensuðan í sig. Gerir ekki mikið skaða á Bixi og Patt fyrir að finna einhverja leiðina framhjá. Algjörlega, en maðurinn á sjórtinu Ísó sá hann ekki Bixi fara upp tengið. Ég nokkuð vissum að hann sé að fara að klíra hann allan núna. Ég held að hann hafi séð þetta Bixi að fara bak Kitchen B hér. Bomban í B-húsi, sér pressa þar með vappar á bakinu. Patt fellir pressa hér. Bixi í draumastöðu. Þeir eru einhvern veginn búin að finna allar hólurnar. Gæti fundið Ísó líka hérna. Aðeins. Ekki áður en að finna Patt og Ísó gerir þetta vel. Bixi aðeins of seinn að klíra út sjórtið fyrir Patt og þeir tapa randinu samhliða því. Virkilega snustilega að spila samt úr þessu hjá Patt og Bixi. Þetta var orðið virkilega gerlegt rand. Þarna Shine með Spawn Smoke. Það kom ekki óvart. Hann fann upp Spawn Smoke 1932. Smoke í glugga. Smoke short síns mér. Djúpur short smoke. Poppaði þetta upp á shortið. Þurfa að finna þetta frag. Gera það. Patt finnur dest. Og hér vappinn pressi. Hann finnur fyrir pressunni hér, finnur engin kill eða hvað, það gerir hann ekki. En það gerir Ísó hins vegar og blikkan í húsinu, finnur hann Bixi. Og núna Bixi í vesinni. Hann getur bara beðið. Bixi rétt lifir þetta, en Patt með vappa í höndunum hefur betur á móti blik. Góður Smokey Jungle. Veit einum Jungle núna sem að spreyja í gegn. Ísó og Rex geta klóra þetta rán tilbaka. Á móti 4 leikmönnum IBVF, það hugsa ég ekki. Eiga ekki mikinn pening, ef þið spara þessi 2 byssur þá er mögulega kaupið næsta rándi. Já, hann er búið að taka niður af peninginu þeirra þetta. En lélegt kaup það Shine, hann er að fela sig alveg lengst inn á sæt, Bixi að fela sig í húsinu, Patt að fela sig í ramp, Tetris. Leikmærin í síð, hann er komin í skotskóna. Hún var saumað á sig. Heldur áfram að leita hér. Finnur Ísó aftur. Hvar Æjæjæjæjæjæj. Bomburadíu sem Tommy. Já, hann er að býta þér að sinna það. En allavega ná rándinu. Rándi komið til þeirra 6-2. IBVF aðeins að klóra þetta. Aðeins að klóra í bakkan. Hvar að hluta mapp sé staðsett í heiminum? Marokko. Já, ok. Það er nálægt Egyptalandi. Já, þú hefur verið í Marokko. Já. Ég veit að messa. Til að lifa bombuna af þá þarftu að bakki verið Anubis, basically. Já, meina þannig. Já, veistu, það gæti bara vel verið. Já, ég hugsa að þetta er galið. Þeir voru alls ekki nálægt bombunni en þeir falla 3 með henni. Það er dýrst, virkilega dýrst. Þetta Shine hafi ekki gert ráð fyrir því. En hér Syntax vappi í höndunum Rex innum einu vegginn. Veistu, hann hittir skotun á Bixi, þá eru þeir í smá vesinni. Ísó kom með einn á sjortinu þegar æða hann yfir. Rex hittir skotinu á Syntax. Þetta vissi ég! Ég fann lyktina þessu! Rex búinn að finna 2, finnur hann meira. Patt hættir bara að taka fætinn, tekur fætinn hér upp pressa, finnur hann. Patt einn eftir, blik og dest hinum einn. Gæti verið í vesinni en Patt, þetta er leikmaður sem við lítum á í liði IBVF til að vinna rándin. Gerir hann það hér. Komið bombuna. Kemst inn í Kitchen, Tommy. Blik fremst í B-húsi, hann er ekki að leita neitt inn á B-inu.
Hann bara að lifa þar. En Dest neðst í tengi. Góð staðsetning, lúmst góð staðsetning. Hvað ekki? Hann bara að fá flóakast á músinni eða þetta? Ég vil vita hvað Patti með í sens eða hvað olbóin á hann með í sens. Það hellingur. Patt klýrar þetta, finnur hins vegar ekki killið á Dest. Hvað? Hraðar hendur, Jón, hraðar hendur. Ég get ekki gert þetta bara í loftinu. Ótrúlegt. Þetta það sem við köllum á góðri ensku ergodynamic hands. Aerodynamic hands. Já. Nei, ergodynamic. Ergodynamic. Það ekki eitthvað? Ég held að það eitthvað bíla. Nei, það aerodynamic. Það aerodynamic. Já, þannig að Patt rakar á sig hendunar, öll hár af til að hafa sem minnsta loftmótstöðu á móti þegar hann að svifla á músinni fram og tilbaka. Hvað eru bara komin í sundið? Já, pottþétt. En Pressi hittir ekki skotuna hann á toppmið. Erfitt engul til að hitta. Gefa honum það. Greina hann aftur í glugga smókin. Það er verið að kondisjona þetta og hér Syntax spottaður í bíósi. Rexinu með hendi smók niður eða hvað. Shine búinn að finna blikk í tenginu. Mikilvægt kill. En 4-4 varða Dest að reyna að finna fæti í miðunni. Það eru 2 menn, Pressi eins og við búin það að Shine og fella hann. Bixi pikkar upp bombuna, þeir eru 2 í bíóhúsinu og 3. maðurinn á leiðinni. Og þar Rex. Þessi maður er búin að vera, hann er ekki búin að fá alla athygli heimsins í þessu leik. Setur á 5 killum, gæti hann gert að 8 hér eða hvað. Gerir það ekki, Tommy. Gerði svo vel með digluna í senasta rándi en það er ekki að búa til mikið í bíóhúsinu núna. Rótið eins og að komin hérna yfir af bísætinu komið pressa. Þetta leysir ekki dálítið pressu á IBF. Elska það svona orða leikið sko. Elska það. Ísó lappar út kitchen hurðina. Hann er búinn að vera mjög heitur í nákvæmlega svona stöðum. Það finnur hann Pixi hér ekki ennþá. Reloada fama sinn, tára Dest með AK í höndunum. Ná að lifa, eittu með kitt og það er Það er svoleiðis, Tommy. Þessi 2 er ekki allt rétt hér. Já, og veistu, þeir eru að ná að klóra ránd eftir ránd hérna. Já, sem að gæti komið og biti Tensun í rassin ef að terrhlutinn hjá Tensun er ekki sterkur. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Hættulegu leikur til að spila á móti IBF því að Shine, hann les leikin ekkert eðlilega vel og gæti kolla rotate í CT upp á 10. Já, minnstu hluti sem að hann er að lesa úr leiknum með að hann fær réttar upplýsingar í hendurnar. Það er nefnilega málið 2 diglur í glugga. Bixi, hann er í vesinni hér. Dest 5-7 í höndunum, kemur svingandi fyrir hornið hér. Bixi hefur ekki betur. En komandi úr smóknum, Syntax nær pressa út Blikkmæri sæðna inn í nýta Blikk. Þeir eru að nýta svo vel þetta Pickers Advantage. Ójá, hér Rex með deglu á CT, hún er við hliðir Ísó og Blikk. Þú vilt ekki vera að fæta CT sem IBF núna. Nei, bara alls ekki. Bara eigið smók, grensu, eitthvað. Hins vegar tekur fætinn, finnur einn, Blikk feldur, Shine næstur röðinni eða hvað. Þeir eru bara að bíða, Tommy. Klukkan er að tifa, það er enginn að þeim í kitt. Dest er að fá plásina en Patt, hann situr ennþá á stiganum, nær út Rex og þannig gerir vel. Búin að spila þetta ránd alveg í sinna hendur IBF, spila á tíman frábærlega og þeir eru allir dauður á þessu sæti. Já, það heldur betur. Engin liður með byssur en veistu það er bara allt í lagi því að IBF eru konum með 4. rándið sitt. IBF taka þessu fagnandi með 9.100, Syntax með 8.400, Bixi með 8.000. Það er nóg til að peningum þarna megin. En veistu Jón, það eru nákvæmlega leikmennirnir sem þurfa að stíga upp í IBF-liðinu sem að að performa. Það er og það er Patt. Já, sem betur fer því annars verður þeir ekki með 4 ránd á skorkortinu. Það er bara nákvæmlega þannig. Þeir eru búin að finna opnanir, búin að nýta sína styrkleika og það er rauninni bara það eina sem við getum beðið um. Sjáu þið Bixi með P90. Það er Bírus. Það lyktar eins og smells like a beer.
Þetta er á Shine að Þetta er á B-sætinu á Nirvana plötunni. Sko, Shine að taka tactical timeout og hendi síðan í B-röst. Það er iconic. Það er geðveikt. Leið mér að hugsa, hvað á ég að kalla? Herru, ég ætla að fara B. Bixi. Og sjáðu tension. Þeir eru allir að megin. Allir, hver og einn einasti maður. B-sætið gefið Bixi P90 í höndunum. Hann vill leita að fætunum. Já, ég myndi kýtla helviti mikið að það alveg. Já. Hann býður eftir þeim síðan superglúar hann mouse 1 niður. En hlutinir eru ansi fljótir að fara beint til fjandans eða þú hleypur í fangið á þessum ungu, efnilegu, hittnu, frábæri leikmönnum. Já. Eina sem að vantar upp á í þessu liði er reynslan og grenan og Syntax er nú góð. Já, þeir bara einfallega... Þessi grena! Shine! Hjartorkursprengja þarna! Og hittir síðan ekki mollanum. Þetta er iconic move. Shine með 3 kill á grenunni og hittir síðan ekki mollanum. Geggjaður Shine. Þetta var tíað upp fyrir glæsileika þarna hjá Shine. Þetta var geggjað. Svarar kallinu hæl. Hann... Shine. Við getum aldrei afskrifað hann í ykkur glæsilegu. Þetta er maðurinn sem að spila CSGO fyrstur og öllum hérna heima. Alveg pottþétt. Hann fann upp One Way Smoka. Hann fann upp Setflush. Helviti duglegur að leita það uppi. Já. Það verður að segjast. Dói Critical horfir á mig reiðum augum. Já, ég meina það er á milli þeirra að tveggja. Það er nefnilega málið. Spurning, hver kann meira Util? Ég er að henda það á Shine. Hvað er þetta svona eins og við setjum vappa í vappamapp, þá setjum við þá 2 í Util. Já. Hvað kannum marga One Way Smoka? Já, þeir eru náttúrulega úr sögunni, þannig að eitthvað annað. Hversu mörg Popflös kanntu? Já, ég get alveg að lofa því að ég er ennþá að nota Popflös sem að Critical kendi mér. Þessi Smoke feilaði. Hann endaði, já, þetta er ekki gott. Nei, þetta er ekki ásættulegt og hér pressi feldur A-sætið. Það er galtómt, Tommy. Galtómt, einnig svo er að koma þarna á sítspuninu. Rex þarf að finna eitthvað hér. Æfir þarna fyrir framann mollan. Er unga liðið að falla undir pressunni. IBVF að koma tilbaka. 5 round enn sem komið geta þið bætt í. Bomban komið niður. Blikk búinn að finna 1. Pat svarar hæl. Í rampinum. Tekur fætinu Blikk. Rífur upp Util á vittlusi stundu og það kostar hann lífið. Blikk búinn að finna 3 núna. Það var bara Syntax 1 eftir með vappa, finnur 1. Finnur fyrsta skotið, en... Dest ekki með kill, finnur hann þetta kill, það gerir hann ekki ISO fyrir til. Fyrir til, hann var aldrei að fara að þessu bombu fyrir hann að ISO væri fallinn. 8-5. Algjörlega tension aðeins að klóri bakka núna, ekki klóri bakkan, bara bæti í fórskotið. Búin að vinna seinni hálfleikinn. Algjörlega IBVF konum við 5 round, það gæti dugað. Fyrir eftir hvað tension geta bóðið okkur upp á í þeirra hlutanum. Miðað við hvernig þetta hefur spilast núna undanfarin, já, leiðum mér að segja svona 10 round, þá hafa þetta verið mjög góðir sprettir þarna hjá IBVF á köflum. Algjörlega, þarna var gaman að sjá nýtt line-up fyrir gluggasmókin á spóni. Það er allt annað line-up eins og í svo mörgum öðrum uppum. Það er ekkert eins, ekkert Util. Það er bara gaman. Já. Gaman að breyta til og fá eitthvað nýtt og ferskt og kveikir eldin aftur á ánægjunni. Algjörlega. Margir leikmenn sem eru að koma tilbaka og sína aftur hvað þeir geta gert. Algjörlega þar á meðal Bixi og Syntax. Ég veit ekki hvort þeir hafi spilað einhverju viti í CSGO. Ég hef séð þá spila en ekkert svona viti. Bixi 2017-18 kannski. Crusader kom þarna í mér aðsleik, annar gamal reyndur spilari en hefur ekki spilað í langan tíma og það var náttúrulega í CSGO. Maður gleymir því ekkert hvernig maður á að hjóla, maður gleymir ekkert hvernig maður á að spila CS. Það er nákvæmlega þannig. En maður gleymir hins vegar Utilinu. Já, það er allt annað handið. Fljótt að koma hins vegar. Það er fljótt að koma. Blikk framalega í rampinu á meðan pressi er á síti með vappa. Þeir eru að tíja sig upp í aðsmók og Tommy. Maður er í ágætri stöðu til að búa til einhverja ringulreið en Blikk er á frábær. Þessi entry hjá Pat. Nær Blikk hann út en vappin á CT gerir vel. Pressi komið fyrsta. Rótiti á Dest komið þarna yfir. Allar grensa smókin.
Grensa smókin, finnur ekki til hér, Pat finnur þetta kill og er búinn að finna ISO á sama tíma, þá er bara Rex allt í einn eftir. Þetta er það sem ég er að tala um, þetta er gamli skónu, þessi skot hjá Rex! Að hann hafi hitt þessu longrein skoti í rampin, sjá, Pat horfði bara undrandi, bara hvað gerðist hér? Hvað gerðist hér? Þetta var bara skemmtilega vel uppsett ránd, smá mid-presence, skiljið leikmann eftir, þarna voru ekki að hanga á lengi og bara völdu sætt, tóku það og leyfðu aðeins að vinna. Algjörlega IBVF að koma sér í 8-6. Tactical timeout, rakleiðis ætlaði að fá hann að björast, Tommy. Já, ekki svo vissum það. Þetta er virkilega skemmtilega svona mindgame, sjá Shine, tactical timeout, rössa B, gæti ekki verið einfaldara. Maður hefði haldið þá að það kemur út einhverju setmókar og alls konar eitthvað þvæla. Nei, af hverju að flækja hlutina? Nákvæmlega. En ég meina, það gæti líka bara verið að Shine sé bókstaflega núna að reikna hversu mikla peninga eiga er. Já, og mér finnst það bara gríðarlega líklegt, strákar. By the way, þeir eru með MP5, kannski einn kolt. Sjáum hvernig Util kemur í byrjun, þá vitum við hvað þeir eru með í höndunum og hverju við getum búist við. Þú veist, við sjáum hérna, það eru total 2 smókar, 3 grensur, 2 flush, eitt er farið út með þess að. Það er ekkert verið að flækja þetta hér, þeir eru bara að keyra shortið, Tommy. Dest búinn að finna einn í gennum smókin í glugga sem hann grenaði. Þetta er gett rætt en hann nær ekki miklu hérna, Rex fallinn, pressi, hann þarf að smóka hennar molla. Allt rótið í heiminum er komið hérna. Og núna er bara Shine, guðfæði CS og Íslandi einn eftir, hann er í bíóðu sem er AK í höndunum, spreyjar í gennum smókin. Finnur ekkert. Reyna hann aftur. Lítur út fyrir 9-6 núna. Það held ég Dest að innsigla 9. rándið. Pat að stíga upp vinur með entry er að standa sig frábælega en er hann að fara að fylgja því eftir farandi inn í fyrsta ránd í seinni hálfleik. Þeir fara yfir í CT núna. Sjáum eins og að Dest er að toppfraka serverinn 19 og honum Blikk á 18. Dest búinn að stíga upp. Algjörlega. Og mist gaman að bera saman damage á Pat meða við Blikk. Blikk er með 18 kill en 1500 í damage. Já. Pat er með 1700 í damage og 15 kill. Áhugavert hvernig damageið lítur út þegar maður fær virkilega að sjá það. Það er bara björn sjá tension, það er ekkert verið að flækja þetta. Þau eru ekki einu sinni að taka tactical timeout fyrir það. Nákvæmlega, Shine það. Er í baklininu hérna fyrir aftan súlurnar, 2 þar, þurfa að hitta skoturum hérna, smókurinn kemur þetta niður frá CT-unum og þeir ætla að reyna einungar fætina en pressi, hann æðir bara í gegn, en Shine nær einum tilbaka. Shine hér feldur af ISO, það voru Syntax, E og Pat, 3 eftir á móti 3. Já, Syntax lág, Rex er það líka. Smókurinn er að fara að feita núna og núna þurfa þær að finna frögginn. Allir 3 leikmennirnir koma úr markat. Get sagt þér það að Shine, hann er búinn að senda þeim GPS-nýtt á kittinu sem að liggur þarna fyrir utan hurðina. Þetta er alveg geralegt ránd fyrir IBVF. Það var að Pat og ISO finnur hann enn og aftur. Kemur hann upp með góð skot til að loka rándunum. 10-6 tension. Rush B með armor, bara virkar. Algjörlega. Þurfa ekkert að flækja þetta. Er með firepowerið yfir IBVF. Já, 100%. Og nýta það, algjörlega. Og leið og ég sagði að þetta væri geralegt ránd fyrir IBVF þá tekið inn bómullasokkur og tróðið í mig. Tapar rándinu samstundis og ég segi þetta. Já. Stakka B-ið með 2 grensur, 1 P250 og Pat á meðan þetta er bara A-take hjá Tension. Það er þetta frítt ránd væntanlega. Algjörlega og hér Dest kemur hlaupandi, makt henni í höndunum. Þeir ætla bara að farma. Það er einfallega þannig. Rex kemur með P90 inn í market, finnur 2, finnur á 3, gerir það. Þetta var rosalegt. Og Dest innsiglar þetta 11-6. Fallið skotana hjá Rex. Já, virkilega snirtilega miða hjá honum. Yngri kynslóðin yfirleitt betri á músinni heldur en eldri kallunir. Já, ég er bara löngu búinn að gefast upp á því. En þú ert góður í að hoppa. Ég er ágætur að hoppa.
þú veist, í CS bara. Ég ætlaði að segja, ég vildi bara ekki snert á því. En þeir eru hnén, ég gamall. Já, við fyrirkynum það. En hér koma þær vaðandi út miður. Syntax finnur pressa. Verða ekki senda með P90 í höndunum. Hann tekinir 50 HP. Þess næst Syntax, þá Sniper leikmaðurinn fallinn. Það ætlar að gera núna til að opna mappið. Ákefð í þessu middteki hjá Tension og þeir æða inn shortið. Það Big C. Algjörlega Shine búinn að rótið yfir á A-ið. Hefur enga trú á B-inu en hérna koma Tension vaðandi inn á B-ið. Það bara Big C. M4 í höndunum, 30 skota. Smókinni grenaður, þeir sjá hann, Blikk sér hann, fellir hann. Shine búinn að finna 2. Æðir út hana í markaðinn, grípur í uspuna, hann situr á defaultinu, hann reloada! Og hann kemst upp með það enn sem komið Blikk hinum megin með einni líf. Shine gerir þetta fallega 3K, það stillt yfir þessu. Shine aftur 3K, hann á í engu vandræði með þetta gamli hundurinn. Ég hef aldrei séð þetta, hann stóð í smóknum á defaultinu að reloada. Það á ekki orðið hvernig hann lifir þetta af. En ég finnst leiðilegt að benda á það en Big C einungis 4 kill. Já, hann ekki búinn að vera að gera þetta besta og líka hann B-akkerið akkurat núna. Þetta gæti enda í það. Já, ef að Tension á að misnota að Big C sé ekki að hitta skotunum á B-inu, þá gæti þetta orðið auðvelduleikur. En Shine verður að bæta upp. Shine, hann alveg í skotskónum hér. 11 kill, þeir eru 3 alveg að bíða sig, Flassi kemur yfir, Shine spotta 2, Mollar, góðu molli. En Flassi hefur bara einfallega betur. Big C nær hérna einum, nær mögulega að nota þessa súlu. En Blikk nær Big C að nút, plantuð kemur fyrir shortið. Og þá Pat 1 eftir, Desti bak, vá! Þetta var skot. Rúmlega það. 12-7. Og IBF líklegast þurfa að taka spar aftur núna. Já, bara full spar á meðan að Tension þeir eru að kasta byssum bara eins og peningur vaxi á trjám. Hvað að gerast? Takk þú hann að vappa? Nei, takk þú hann! Nei, takk þú hann! Það veit enginn hver vera með hann að vappa. Kostu hann 5 sinnum á milli sín. Á ekki til orð. Það vil enginn spila vappan, skiljanlega erfiður í CS2 fyrirgefi. Syntax mollar út í glugga. Smókin bjargar honum. Pat búinn að finna einn. Big C kom með annan, en Iso finnur Big C þarna á shortinu. Uská Rex finnur Pat, núna allt að falla algjörlega í sundur. 3 eftir, allir með uspur. Algjörlega. En smá svona chip damage að tango Shine frá shortinu. Shine, hver að gera? Hittir ekki vappaskotinu hann að pressi, þú verður að hitta þessum skotum því að Shine, hann getur ekki því ótrúlega hér. Nær Iso langt niður samt. Þetta 18 HP, þetta að gera alveg randómi. Syntax, beint í haus, ekkert ves, pressi núna 1. Með AK í höndunum, kemur frá shortinu en hann samt bara rólur, hann að bíða á shortinu, þeir eru bara að bíða út tíman Tommy. Bomban liggur í róna sínist mér. Full HP pressi samt, grípur í glokkinn og nær þessu fraggi. Hann samt hausaður, hausan 17, samt vappi í höndunum. Hann getur svo leika, hann heyrir þetta. Tommy, hann að bakka á shortið, heldur mördir aðeins. Gæti spotta að pressa hér ef hann fer yfir á defaultin eða hvað. Ekki tilbúin í þetta, bomban leiðinni niður. Á móti pressa, pressi með vappa í höndunum, 17 HP. Það þarf að hitta hann einu sinni, Tommy. Veit hún á 100% hvað hann er. Algjörlega smókin ekki góður, pressi felur sig inn á með vappa. Já, felur sig inn á. Molli pikkar upp hjá hann mollar út rampinn, hann veit ekkert hvar pressi er. En hann veit hann low. Hann veit hann á lítið í líf, þeir búast aldrei við honum þarna með vappa, Tommy, aldrei! Pressi gerir þetta einstaklega vel. Smá BM í lokin, 13. rándi kom í hús, Pressi að bjarga þessu rándi eftir að full spar, nánast. Já, þetta voru deglur og ein degla 157. Já, það mátti ekki miklu muna þannig.
alls ekki. Þrettán 7 akkurat núna fyrir Tension, aftur kaup komið í hendunar á IPVF. Plassið miðina. Og Pat og Syntax upp miðju. Bara Syntax fyrir miðuna, finnur einn hér, Rex feldur, Blikk svarar, Grenan er góð. Grenan er mjög góð og Bixi finnur Blikk. Grenan aftur virkilega góð, Dest tekin í 55. Util damageið á IPVF mjög gott. Minnir óneitanlega mikið á IPVF í stórmeistaramótinu. Já, heldur betur, konum með gott util á bakvisi til að kofra upp veikleika sem eru til staðar. Algjörlega 4 á móti 3, IPVF í draumastöðu, Shine, Bixi og Pat á móti pressa ISO og Dest. En eins og hefur virkað svo ótrúlega vel að labba bíð, það er nákvæmlega það sem það gera núna. Algjörlega, ég var ekki búinn að taka eftir þessu, Tómi Dest situr á 25 killum. Já, hann er yfirburðar leikmaður í þessum leik. Blikk, 22 kill. Og núna ættir rótið að koma. Shine, spottar hann 1 og allt util í heiminum. Heyrði einum droppa, heyrði ekki fleirum droppa. Bixi hjálpar Shine. Shine lifir ennþá. Nei. Þessi finnur Bixi, nú er það 2 á móti 2, bomban að fara niður. Ná að flassa þarna út og hann er kominn langt. Pat, stór hættulegur, finnur 1. Það var á móti ISO. ISO ekki búinn að vera rosalega atkvæða mikil, situr á 17 killum sem er samt slatti. Veit 100% af honum akkurat núna, fýtur bara í gettarætinu. Að spila þetta fullkomlega, en ISO býst við honum! Algjörlega, lætur vita hann af sér og Jekyll píkar til að finna leikmanninn. Ótrúlega vel spila hjá ISO. En 14-7 er staðan. Það er nákvæmlega þannig. Alltaf komast IPVF í allavega 7 ránd. Já. Þegar við búumst ekki við því kannski? Já, það reyndar, alltaf komast þeir í 7 ránd. Já. Töpuðu 16-2. Já, í seinni tíð. Já, í seinni tíð. Já, ég skilji, já. Ég misti af þeim leik, þar sem ég var nærri dauða en lífi. Já, þeir töpuðu 16-6 í fyrsta leik. Alltaf þarf að skemma góða sögur með sannleikanum. Pat með diglu inn á feldur, Rex búinn að finna 2. Plantar öfugt default. Er þetta 15. rándið fyrir Tension? Lítur út fyrir það, Bixi 1 eftir á CT. Það er digla sem við getum kallað uppáhaldsvopnið hans í höndunum hans. Já, svona í gegnum tíðina hefur þetta verið uppáhaldsvopnið á Bixi, held ég alveg pottið. Já, hlýtur að vera, en samt sem áður Tension með 15. rándið og komnir í match point. Sigrið þetta næsta ránd, þá sigrið mappið. IPVF finnst við að búin að eiga ágætis spretti. Já, algjörlega IPVF að sína að það er alveg líf í þeim. Já. Algjörlega, en það vantar bara aðeins meira performance á öllum nema Pat. Allavega í þessu leik. Já, það er örlítið búið að sjá samt á aðeins búið að lækka núna. Shine búinn að vera frábær. Já, Shine að eiginlega óviðperforma ef eitthvað er, sem bara fínt. Algjörlega. En hvað bjóðar upp á hér? Fyrir fram að smókin. Rétt missir af honum, veit af spottar hann glæsilegt hauskátt á Feldur, það var þetta mikið erfiðara og Pat feldur líka atkvæðamesti leikmaðurinn í IPVF og Syntax. Þetta er The Blikk Show, þetta er hann 3 kill á Blikkaranum. Og þá er það Shine, 1 leikmaður eftir og Dest finnur hann. Shine samt finnur 1 fraggarna í lokinn til að loka þessu, en það er Tension sem sigra. Algjörlega Dest, þetta ace sem hann fekk hefur alveg þótið fram með mér. Var þetta fyrsta aceið? Já, hann var allavega með ace þarna í einhver rondi sem ég tók ekki eftir. En þvílík yfirspilinu Tension. Já, vissulega. Sagan í rauninni fer þannig að IPVF voru inn í fullta rándum, en það vantaði bara gæfin til að loka rándunum. Algjörlega. Þeir frontlóta rosalega mikið af hæfileikanum sem vantar að loka það. Já, algjörlega, og ég er samt ánægður að það hafi náð 7 rándum hér.
ég átti ekki vona því. Nei, ég meina, því miður. Miðað við hvernig við sáum leikinn þróast til að byrja með, þegar þeir voru gjörsamlega að valta yfir þarna í City, þá var maður að búast við í versta, en björtupartarnir sjálfsög eru þeir að þeir voru inn í leiknum þannig séð, 16-7, kannski ekki besta niðurstaðan, hefði getað verið betra. Já, en það voru bara nokkur ránd sem að fjallu tension megin sem að hefðu leikandi geta fallið IBF megin. Algjörlega. Pistol-rándið þar sem þeir keyptu 1-5 og 1-5-7 átti engu muna að það hefði bara breytt leiknum til muna fyrir IBF. Tapa mörgum 1v1s líka. Já, skiljanlega. Já. Hins vegar, hinum megin, tension. Þeir eru að koma tilbaka eftir erfitt tap á móti Blikum í seinustu umferð Ancient. Já. Koma tilbaka hérna í Miraz. Já, sterkir. Algjörlega sína að það var svona one-off leikur. En vissulega á móti IBF sem eitt af lagarliðunum. En ég nokkuð sem að tension haldi áfram þessum hætti að sigra. Bara þannig gæði í liðinu. Já, ég sammála því. Hver maður leiksins? Dest. Það bara þannig. Það svolítið 30 kill í lokin. IBF átti ekki break. Einhver annar sem kemur til greina? Shine. Alltaf Shine. En vissulega Blik var rosalega atkvæðamikill í mörgum rándum. Oft með 3K hefði getað fallið hans megin, en Dest aðeins betri. Já, hann var atkvæðamikill í eiginlega flestum rándum á meðan Blik átti rosalega góða rispur, mætti segja. Algjörlega. En við höfum stöður tilbúna. Já, geggjað. Alveg til að kíkja á hana. Svona sita stöður. Dusty efstir 8 stig og þeim búin að sigra alla sína leiki. Þór þar á eftir með round differential og tension. Það mjótt á munum þar. Ármann jafnir þarna. Þetta eru topp 4 liðin ykkar. IA, FH, Saga, IA og FH sem að sitja með 4 stig, Saga, Blikar og Atlantic, allir með 2 og IBF á botninum með 0 stig. Ennþá eftir að sækja sér þessi dýrmætu fyrstu stig sem þú kannast við. Já, erfitt skref, virkilega erfitt, en ég hef fulla trú á IBF samt sem áður. Aðeins öðruvísi staða samt, það sem að væntingarna voru ekki droslega miklar til að byrja tímabili. Nei, nákvæmlega. Aðeins öðruvísi. Það voru kannski aðeins meiri væntingar til mín. Já. Míns liðs þegar við vorum mitt í því. Já, tvímælalaust. Takk fyrir að minnast á það. Já, ég meina, þetta bara lá vel við. Já, góðu samanburður, ekki drull. Algjörlega, ég alveg hjartanlega sammála. En það erfitt að finna fyrsta sigurinn. Það. Og við sáum það bara síðast tímabili líka tension. Þegar á annar line-up og tension virkilega erfitt tímabili fyrir þá. Það var ekki tension alveg pottet. Jú, já. Tension. Já. En leið að þeir finna fyrsta sigurinn þá byrjar boltinn einhvern veginn að rúlla. Sjálfstrausti fyrir að koma menn aðeins meira svona líglað. Já. Og þá bara byrjar þetta að rúlla og verður auðveldara. Þá kemur næsta spurning. Klefinn. Er hann ennþá góður? Þetta er aðeins lið í eldra kantinum, gæti höndlað þetta betur? Já, ég hugsa að Klefinn hjá IBF sé alls ekki slæmur. Bara alls ekki. Allt svona, ég held að ég get ekki séð það fyrir mér reyða. Þetta eru eldri strákar líka sem að það gæti hjálpa þeim að vera með smá yfirvegun. Aðeins meira svona level-headed eins og maður segir. Ég hugsa að sé engin reyður eða pirraður út innan liðsins. Já. Og það það sem skiptir höfumáli. Já, nákvæmlega. Gæti ekki verið með það sammála. En þar með er 4. umferð lokið. Við eigum dagskrá 3. dagsins hins vegar og hér sjáum við það FH, Dusty og Ármann IA. 2 svona áhugaverðir leikir. Dusty ennþá eftir að stíga stórt feilspor í deildinni hingað til og IA mögulega náður að fylgja eftir þessum góða sigri sem þeir ná á FH í þessari umferð. Algjörlega. Í seinustu umferð, fyrir ekki. En já. Ég verð hér. Hér líka. Já, þá höfum við lokið því bæði ég og Jón verðum í næsta þriðjudaginn. Ekki missa því.